Jú, pitturinn heilsar, já, ég nenni ekki að tala með þetta einu svona. Velkomin að fætur. Bara á mig. Þakka þér, heyrðu, nei, ég vaknaði eldstemma. Ég á þeim stað núna, ég að fara að sofna leið og við klárum hér, sko. Já, það málega. Basically, sko. Ég þurfti að stoppa í bakari og kaupa með kaffe á leiðninga bara, svo ég geti meikað í gegnum þáttinn, sko. Akkur fórst ekki á kaffihús, þetta er alltaf umræðið sem voru meðan ekkert þú aldrei fengið kaffe á kaffihúsi. Heyrðu, ég íhugaði það, ég fór á Google Maps að svona, þú veist, að fara, ég hefði þá getað að fara hann í Vesturbænum eða eitthvað, en ég fór bara í Björnsbakari þarna á horninu. Já. Það er samt alveg svona lúmst kaffihús að dæmi það, sko, en það er samt, þetta er stránkæðilegt bakari, sko. Já. Þannig að... Er ég ekki eitthvað óvenju lár? Mér finnst borðið vera eitthvað... Það gæti verið að stóllinn minn hannaður að naflinn var í stólnum mínum og hjöppinn í stólnum hjá þér, sko. Það gæti, það er mögulega ástæða. Þetta er betra. Nú erum við bara helviti sexy, en náttúrulega fyrir þá sem ekki vita, þá er þetta alltaf í mynd líka, við erum svo löðrandi léttir. Heldur betur. Herðu, Vegas maður. Heldur betur. Þetta var náttúrulega mjög fyndið hjá okkur að við komum fyrstu með fréttirnar svona klukkan 2 seinnipartinn, þá vorum við vaknaðir. Já, ég viðurkenni að ég var með svona hátt í 100 skilaboð. Já. Þetta. Það er eins gott að ég slökkti á notification í símanum, annars hefði ég ekki getað sofið bara í mínútu, sko. Þetta var svolítið stórt. Heldur betur. Báðum að klaren dæmdur leik, bara bing, bara boom. Það er bara svoleiðis. Já, þetta er að hrista upp í öllu. Já. Hvað ertu komið með þetta? Heyrðu, þetta er Júröl. Já. Það er... Júröl. Það er svoleiðis að þetta er AB varahluta bjór. Helvítis lagerinn. Það er svoleiðis að hérna fyrir við erum mikið að vinna með eitthvað að vera í mynd hérna. Hann heldur sérst á AB varahluta bjór, en það er okkar allra besta fólk í AB með puttan á púlsinu. Já. Sástu fréttir í dag með Mick Schumacher? Ég sá að það var einhver frétt. Já, hann er bara að vera IndyCar á næsta ári, þetta er nú einhvert stærri en það, sko. En við erum alltaf að fá spurningar Mick Schumacher, hvenær kemur hann aftur í formúlu og eitthvað. Já. Þannig að bara, jú, hann er í IndyCar á næsta ári með ekkert spesliði, syndist mér í Google. Það er bara flott fyrir hann. Já, alveg frábært bara. Já, hvað að byrja þáttinn stætt, eins og sérð. Spurðu pittin, er að sjálfsögðu búið Dominos, ef maður nota kóðan pitturinn inn á dominos.is eða Dominos appið, þá er það 40% afsláttur. Hlustendur þekkja þess að nöfn og þekkja þess að frasa. 40%. Það er bara nákvæmlega svoleiðis og það er Kristinn Sveinsson sem ætlar að byrja með spurðu pittinu þessu sinni með almenna spurningu sem til. Ég er að spá, hver ástæði fyrir því að menn geti ekki tekið 2 tímatökuhringi í röð? Sko, þú getur það í rigningu. Og við sáum það alveg í rigningunni, en ástæðan er ógeðslega einföld, það eru 2 hlutir. Á tímatökuhring ertu að setja dekkin algjörlega að limitinu og á meðan að það er að gerast að þá eru þau að ofitna. En fyrst og fremst snýst þetta í raun og veru að vera í vélastillingu sem að snýst bara að auka orku, ekkert að safna henni tilbaka mikið á rafmagnsmótor. Þannig að kælirhringir á milli eru í raun og veru hleðsluhringir að einhverju leyti, sko. Já, þá ertu með bara bullandi vélabremsun í gangi alltaf aftur öllu til að hlaða og ég held samt að ef við værum í bara að fáta núna með þessi dekk, þá myndum við alltaf svo kælirhring líka, sko. Algjörlega, þú veist, enda við höfum séð það í tímatökum, það er að séð þurrum tímatökum, þetta er annað eins og þú segir í blötum, en við höfum séð það bara á loka tímatökusvæði að menn eru að tapa tíma þar og það eru búin með dekkin. Já, og meira að segja er þetta, þú veist, þannig að þetta segir þú ert ekkert að hlaða, jú, þú ert alltaf að hlaða þetta bremsu og allt annað, en þú ert ekki að gera neitt aukalega og þá ert að safna minna heldur út að nota og þarna eins og við sjáum á venjulegu hringi keppni að þá ertu voðalega lítið að, þú veist, nota auka umframorku, þú veist, þeir safna upp í eitthvað til þess að geta varist eða eitthvað áleika og ef þið þurfa allt í einu að fara sekundur hraðar á hring þá eiga er það til, sko. Þetta er bara svona, já, þetta er bara taktist þetta er bara eins og maraþonhlaupari, skilur hann getur alveg tekið sprettun á millin, hann þarf bara að eiga fyrir því. En eins og þú segir, við sáum þetta náttúrulega helgina að menn voru að fara hring eftir hring einfallega út að það var bara grænindi rigning. Já, þá ertu bara miklu minna í botni. Já, þú veist. Og þá, þú veist, jú, það mun sennilega hörta þig aðeins en þú græðir meira á því að vera bara keira upp á þeir eru bara að safna meiri orku því nota nánast. Þannig að þeir bæðir að bremsa lengur, vissulega minni mótstað þannig en náttúrulega rafmagnsorkan nota svo ógeðslega mikið út úr beygjanum
Og það fer bara í spól í rigningu, skilur. Þú veist, þú ert ekkert að nota. Jóhannes Rúnar með pælingu. Mér finnst oft koma fyrir á síðustu hringjum að eitthvað sé að ske og oft vantar 1, 2, 5 eða jafnvel 7 hringi viðbót til þess að fá eitthvað drama eða önnur úrslit í keppni. Hefur eitthvað tímann verið pælingar að lengja keppnir í til dæmis 350 km? Já, ef við værum búin að lengja keppnin 350 km, að þá værum við að taka sömu pælingu af hverju við erum ekki 400 km. Því að þetta snýst í raun og veru að þá ertu með marginal keppnisáætlun og annað slíkt sem bara hugsuð til að enda á nákvæmlega þessum stað. Þetta bara nákvæmlega sama á spurningin með það er svo leiðilegt að allir fá vélarefsingu, af hverju meginn ekki nota fleiri vélar? Þá myndu bara vera, það yrðu bara mörkin, skilur, þannig að þetta alveg sama þarna. Annarkvort væri það bara frjálst og þú væri bara með nýja mótor í hverju keppni og við þurfum bara að hækka kostkappið $20 million, sko. Já, meira? Nei. Það nefnilega, eitt verðið sem sett á hlutin. Annað síðan að smíða einn þannig hlut. Og tala ekki þegar þú varst byrjað að liggu við þá að fjöldaframlega þetta, skilur. Ég er að segja það. Smíða bara 40 vélar fyrir síðan eða þá kostar stikkið ekki jafn mikið og þeir skrifa að stikkið kosti núna, skilur. Þannig að það vissulega góða punktur. En jú, þetta bara nákvæmlega þetta. Allir á limindinu þarna síðustu hringin nota því að það verið að pússa í þessa 300 km, þannig að þess vegna oft eins og við sáum núna helgina, mikið drama þarna á lokaringjónum. Baldur Jóhansson spyr, væri ekki skemmtilegra að FÍA setja þá reglu að allar brautir væri tveggjastopp áætlun til að gera þetta enn meira spennandi? Og síðan fengum við líka spurning sem við fáum endalaust að þvinga þau að nota allar dekkjategundirnar, skilur. En kom spurning Abu Dhabi og lokkeppnina? Heyrðu, það kom ekki spurning um það. Ok, ég var taka það fyrir bara núna. Djöðlir Abu Dhabi glata þessi lokakeppni. Það var oft generikjamur hann. Ég er ekki komin, það er ekki nóg mikið passion. Það er ekki nóg mikið passion í branlanum mynda. Þetta alveg valid pæling hjá Baldri. En hún þetta alveg valid pæling og mögulega geta gert keppnina skemmtilegri. Það sem við þurfum að tala samt miklu frekar þá til dæmis varðandi dekkjaslit og annað slíkt. Viljum við bara losna við það? Viljum við bara losna við það að dekkin séu mál, þú þetta koma 2 sinnum þjónustu í keppni og that's it. Það gæti alveg bara virkað, þú veist, og á einhverjum tímabilum gæti það virkað, þú veist. En akkurat núna það bara of gimmiki. Ég alveg samanlega að það reysið gæti orðið betra. Það alveg gimmiki að vera að láta alltaf hafa handónu dekk og síðan erum við opnandi afturvængin til að komast fram úr. Já, og svo það voru 2 mismunandi keppnisáætlunum og eitthvað þannig. Þannig að ég held að rosalega mikið af því sem við erum alltaf að horfa í til þess að leysa hlutina. Þú veist, við erum aldrei að leysa kjarnavandamálið og það það sem að næstu reglur að reyna að gera, það sem þessar reglur voru að reyna að gera og við munum halda áfram að þróast í þá átt. Og kjarnin þetta, það verður að vera auðveldar að taka fram úr því að þá geta allir farið að hverja þá strategíu sem þeir vilja. Það verður auðveldar að taka náttúrulega fram úr. Já, ég segi það. Ekki bara, þú veist, DRS-ið hérna, það var 3 sinnum lengra. Bæðið mig, hans DRS-kablinn nóg langur. Fannst þú nóg langur? Þú veist alltaf búið með framúraksturinn. Samt ekki alltaf, þú veist, Hamilton komst ekki fram úr Haas. Já, vissulega. Og við vorum með deficit þarna á bílum og við vorum með lítinn væng og aðrum mikið og annað slikt, sko. Jú, þegar það var hellingsdekkjamönnur og þá var þetta auðvelt. Þú veist, mér veist það nokkuð perfekt. Ef þið komið pratt út í lokabeginni, að þá varstu komið með 1,5 bíllengd eða 2 þegar þú bremsaðir. Það finnst mér alltaf á mikið, sko. En aftur, skilur, já, við sáum það mjög oft samt að það voru DRS-lestir að myndast út af fólk komst ekki fram úr. DRS-lestir, já. Þær eru bara annað element, sko. Nei, ég minna það af hverju kemst ekki bílinn sem næst fremstur fram úr ef kablinn er á langur. Já, þú veist, það með eitthvað svona vangjadæmi, sko. Þess vegna finnst mér þetta eiginlega perfekt, sko. Þú veist, jú, það voru mikið af framúrakstum sem voru ekkit framúrakstar. Þetta var bara búið, sko. Þetta var bara eins og skipti magnumferðinni, sko. Ég held að þetta væri miklu meira þannig að við vorum að tala að lengjan ef hann væri styttri, sko. Þú veist, ég vil frekar hafa þetta of auðvelt heldur nú að verfi. En allavega, þú veist, þetta alveg valid pæling og þvinga í 2 stopp gæti alveg verið málið, skilur, en þá má líka bara að spyrja sig, þú veist, eigum við að opna þetta alveg og ekki vera með 1 stopp eða eigum við að fara að þvinga þá bara 4, þú veist, þannig að það sé bara alltaf verið að stoppa. Alltaf verið að stoppa, já, þú veist, þetta er bara hættulegu leikur. Ég veit það, en ástæðan fyrir að 2 stopp og þvinga einhvern til 2 stopp myndi make a sense akkurat núna. Bara út í að vera með svo marga brautar á tímabilinu sem nánast vonlust að fara fram úr nefnum þjónustilíðunum, þá gerast þeir þar. En þá ertu líka að bjóða því, alveg eins og með DRS-ið, sem nóga mikið bara, ég býði til næsta DRS-kabla, að þá ertu bara alltaf að horfa á eitthvað undercut, alltaf að horfa á einhverja
þú veist, keppnisáætlun eða eitthvað álíka og veit ekki, þú veist, en ég meina, þú veist, þú farið til Katar. Já, ég meina það út af dekkjadæminu þar, mér skilst að verða aftur í ári eins og hefur verið. Það bara max 25 hringir á dekk. Að Ég man ekki nákvæmlega hvernig útfærslan við förum gera það á 5. daginn á Petri.is. Græjum það á 5. daginn, sko, en það er náttúrulega ástæði fyrir að fáum svona spurningar núna, væntanlega finnst mér, ég skynja hjá hlustendum að þetta hafi ekki verið svo frábær keppni leið og við fáum svona spurningar með, það ekki betra að gera, þú veist, að tala strategíur og eitthvað, það þýðir að það var tiltölulega boring keppni, sko, en við býðum að sjá Jóhannes Rúnar spyr hérna, hvort var keppnin betri eða sýningin á Mikka Mús? Keppnin, því ég komst að sýningin á Mikka Mús var ekki live. What? Þetta var pre-recorded crap, þetta var ekki bara AI. Var þetta ekki live flugeldasýning? Mickey Mouse að dansa hún á Fountain. Já. Þetta var ekki live. En flugeldasýningin var þarna. Já. Ég veit ekki hvort þú ert að gera grín eða ekki. Ég ekki að gera grín. Mickey Mouse að dansa í Fountain. Þannig að það vídeo var ekki live. Var pre-recorded. Já, ok, en flugeldasýningin og það... Já, það var enginn að spurði í gæði flugeldasýningar. Þannig að Fossa, já, þannig að ekki Fossin, Fountainið og það var pre-recorded. Heitir þetta ekki Bellagio? Palacio eða MGM eða eitthvað. Þetta heitir einhverju svona Gæti verið Bellagio. Eina ástæða fyrir ég veit nöfnina sem bara út á Ocean's 11. Það eru að tala um að þær eru góðar, sko. Já, geggjaðar. Ocean's 11 störtluð og 13 verið aftur 12 frekar leiðilega, þær eru í Evrópu það ekkert spes. Já, og alltaf var kasínu í Bandaríkjunum, sko. Já, rétt. Já, bæði 11 og 13 gerast í Las Vegas, sko. En Mikka Mús-sjóið var samt helviti gott, sko. Þó að það var samt, sko, ég ætla að fá að segja eitt með Mikka Mús-sjóið, sko. Setja ykkur í þessi spór. Maður er búin að vera vakandi frá því, þú veist, 11 morgunin áður. Já. Og klukkan þarna orðin svona 6:30 í íslenskum tíma. Rétt. Mig vantaði ekki 10 mínúna Mikka Mús-sjó til þess að komast heim, sko. Nei. Ég ætla alveg að viðurkenna það. Ég sat ekki og hugsaði með mig bara, vá hvað ég vildi að vera lengra. Já, en þegar þetta er svo skrítið þau, það er keira yfir halva brautina, taka viðtöl, keira svo aftur hinn helmingin af brautinu og fara á velunapalli. Já, en það hefði verið eftir Vegas að láta það horfa á Mikka Mús-sjóið og keira svo tilbaka. En hversu svekkjandi fyrir Kimi Antonelli að ná sínum 3. velunapall á sísoninu en fá ekki and I miss you Já, eða það bara að hitta Mikka, bara stjórnum. Já, bæði hitta, það var pre-recorded, hann hafði aldrei hitt Mikka. En hann hafði getað fengið ride með Terry Crews í Lego Cadillac. Þetta var líka svo fokkið fyndið út, því að þeir störtuðu svo aftur í. Já. Þú veist, þeir störtuðu Mímun að láta hann syngja. Rétt. Og þeir báðu bara, can we have some music? Nei, þeir byrjuðu að syngja. Það er á undan. Já, og þetta er svo gott. Þetta er svo ógeðslega. Og Terry Crews bara, þvílíkur maður, segi ég. Já, ég fíla. Þetta, þú veist, ég vissi ekki að þetta væri á bucketlistanum mínum fyrir núna að sjá Terry Crews keira bleikan Lego Cadillac og syngja lagið sitt. Mér finnst líka geðveikt í F1 Academy. Ég sá ekki hvort það var í F1-um, en semst, fengu eitthvað blómvönd með í velun sem var Lego blómvönd. Já, það var aftur úr flott, sko. The Neon Chapel, það sem var verið að gifta fólk. Það voru 30 brúðkaup helgina inn í Patagonni, sko. Bottas giftið, Kim Illman giftið sig helgina. Já, rétt, hann var vissulega giftur, þetta var bara serimónia. Bara ákveð að gera aftur. Já, það er víst eitthvað þing, það er officially máttu giftaði endalaust. Án þess að skilja? Já. Mér skilst það, en nema að þetta sé gert þannig að þau séu skilin í nokkra mínútur. Nei, ég held að Vegas sé með eitthvað sérreglur. Já, þú veist, það er allir að gifta sig í Vegas, skilur. Bara Queen Britney Bitch gerði það á sínum tíma. Og sá ekki eftir því, hún var gift í 48 klukkutíma eða eitthvað. Já, bara greatest 48 hours of her life. Rétt, það er nákvæmlega svo leiðis. En talandi hversu góð keppnin var með Mikka Mús-sýninguna, hvað ætla greinarinn að gefa sér einhvern? Já, ógeðslega erfitt með því. Mér þótti þetta drefleðilegt. Sko, keppnin var ekki skemmtileg. Nei. En hún var samt ekki leiðinleg. Og svo fengum við allt ramaði eftir á. Svo náttúrulega voru tímatökurnar geðveiki. Bara galið. En samt voru það var þannig sem ekki drama, en þetta var samt svo sturla og líka bara sjá blámertu dekkin virka. Bara, það er officially búið að frjósa í helviti núna, sko. Hvað skemma best af mýmyndinni þess? Rétt. Sko, fyrir mér helgin alveg einhvers staðar að nálga 7, en ég alveg sammálaði með að keppnin, það vantaði líka hérna, en þú veist, ok, starti og það var ógst að dramatíst. Veistu það, þessi VSC,
í byrjun ég held að hann hafi skemmt ógæðislega mikið fyrir keppni. Já, frekar að fá bara full öryggisbíl. Ég held bara, þú veist, að hérna, ef við hefum bara fengið non-öryggisbíl og bara, annarkvæmt bara engan öryggisbíl, eða þá, sem alltaf var aldrei að fara að gerast með allt krabbið þarna framan af, eða þá bara fengið full öryggisbíl og restart, að þá hefur við fengið allt öðruvísi dýnamíkir raunöru. Algjörlega, og þá líka hafðu allir verið ennþá í keppni, þú veist, Antonelli var hálfið braut fyrir aftan, sko. Þú veist, hann hafði getað náð pakkanum og þá líka pakkin hefði bara verið miklu þjantari. Fuck, Antonelli hefði unnið hefði komið öryggisbíl, því að hann tekur pitstopið sitt þarna. Jep. Og svo kerir hann alla keppnina og það er enginn að búast við því. Nei, og var bara hraðast í bíl í brautinni. Sett hann ekki? Nei, Max setti hraðast í hring. Max ákveða að sína að hann geti farið hratt á síðasta hring. Já, en Antonelli, peysið hans Antonelli undir restina var galið. Já, það alveg Claire náði ekki að hanga í honum. Já. Galið. Já, Piastri heldur, skilur Já, þú veist, Piastri náðu þá allan að fara upp fyrir hann, skilur Já, en skipt ekki máli. Þvæla, sko, vissulega ekki. Sigurlaugur Hjörleifsson spyr hér, nei, já, ég gef henni 5, já, ætla þú að fara í 7-una, eða? Ættu bara að horfa að keppna þannig, þetta voru helgina? Nei, ég bara, þú veist, ég var bara fyll í skjalið og þetta er hérna, pits rating eftir keppni, stendur í skjalinu og það Bragi 2 og ég hugsaði með mér fannst að, ég var að bíða eftir að keppnin væri búin þegar við vorum að lýsa henni, sko. Já, svo getur farið að sjá Mikka. Já, nákvæmlega, sko, ég verða að sjá minn allra besta Mikka, sko. Já, það er samt ógeðslega fyndið. Ég og þú eigum svolítið svona ólíkt samband við keppnir og eins og þessi var. Þú veist, ég get ekki mótmælt að keppnin hafi verið betri en 5. Þú veist, ok, við fengum áhugavert í startinu og það allt saman og mind games í kringu það. Vorum með þessar refsingar og þetta dót, þú veist. Vorum með drama og annars slíkt en einmitt, þú veist, jafn mikið og gerðist, því að þetta er vandamálum við Vegas, við rættum þetta í fyrra. Jafn mikið og gerist í keppninni, þá eru endalísi framúrakstur og dót. Sem eru boring. Þeir eru boring. Og þú veist ekki alveg hvort þið skipta einu sinni máli. Já. Og hérna, það dregur svolítið úr því, en það sem að mér fannst áhugaverðast í þessu, og ástæðan fyrir þetta er ekki 5, þetta er allavega 6, var að ef þú hugsar út í það, þá var engin tími í keppni sem að var samt ekkert að gerast. Og þegar ég segi ekkert að gerast, þú varst með þarna, er Antonelli að fara að ná að púla? Er Piastri að fara fram á Antonelli? Russell er að falla tilbaka? Af hverju er Norris að hægja á sér? Þú veist, og svo varstu með alls konar slagarna fyrir... Mér fannst þegar ég var að lýsa keppni, ég var ógeðslega mikið að ströggla við að búa til eitthvað. Ég uppleiði ekki þannig, sko. Já, okay. En þú veist, þú ert líka yfirleitt jákvæðari gagnvart formúlin heldur en ég. Algjörlega, sko. Þetta er eina af þessum keppnum sem að einmitt, þú veist, einn öryggisbíl einhvers staðar í miðjunni hefði getað breytt í 10. Algjörlega. Því að starti og það allt var svo áhugavert og dramatíkin tengd því. Og hvernig það þróast allt. Þessi keppni, já, þú ætlar í 6-una þá, eða? Já, eða þú veist... Og ef ég tek bara helgina sem heild, þá er þetta alveg... Þú getur farið í 7-una þannig að meðal okkar verður 6, sko. Það er það sem ég er að hugsa, sko. Búm, hjólum við að þannig. Þannig að við gefum henni 6. Þannig að þú veist, ég er að gefa henni 6 en til þess að gefa henni 6 og gefa henni 7. Búm, góða punktur. Sko, mér finnst þessi keppni summera 2025 tímabilinu upp. Því að meðan á keppni stóð, bara var ég líkuð ekki að nærni þessu, vildi bara fara heim, þetta var ekkert að gerast. Fengum fullt af fucking episkum keppnum í sumar, sko. Ég veit það, en haltu hestunum að hérna, en síðan skoða maður stöðutöflun og allt dæmið og ég get ekki beðið eftir að fara að taka upp pitt. Þú veist, og núna náttúrulega með og bara Abu Dhabi can't come soon enough. Ég nákvæmlega, sko, Katar, þú veist, mínir menn. Ég heldur þetta að spretthelgi í Katar sé alveg nægilega mikið wildcard, what the fuck, hérna, til að sé skemmtilegt, en þú veist, hún er bara ekki Brasilía eða eitthvað, skilur. Ertu ekki sammálaður með þetta, sko, tímabilið, þú veist, sérstaklega núna endirinn, þar sem við höfum verið að fá, þú veist, Verstappen kompakkið og allt þetta, keppnar sjálfar, þú getur farið bara yfir Excel-skjalið. Við áttum betri keppnir í McLaren Dominance-inu þegar Piastri var að vinna og Norris var í ykkur alls konar og einkunnirnar í undanförnum bara 8 keppnum að meðaltali búið að vera 6,5 eða eitthvað. Algjörlega. En samt er allt svo áhugavert eftir á bara hvernig titilslagurinn er og allt það, en það er við höfum aldrei fengið hennan titilslag í braut einhvern veginn. Nei. Nú veist, það er líka bara óþolandi hvað Norris og Piastri geta ekki verið góðir á sömu helgi. Já. Þú veist, bara Norris kvaddi bara hann í einhverja keppnir og svo bara snýrst það við. Og svo Piastri farið núna, sko. Þetta er bara galið. Og eins og núna, meira sem fyrsta beygja núna, var ekki svona svaka mikið tensjón út að maður viss alveg já, Norris má alveg vera 3. á eftir Verstappen, skilur við. Já, en sko, málið er það sem að Norris fattar ekki þarna er að Norris veit keppnisraðan sem að McLaren er með
þú veist, pældi í því ef að Piastri hefði ekki lent í þessu klatteringarna, því að hann sýndi alveg sama keppnisræð á Norris þegar hann var í Clean Air og annars líkt. Piastri hefur gert það undan fyrir 6 keppnum. Það hefur aldrei verið neitt að það keppnisræð. er alltaf bara eitthvað fucking klúður hjá honum og það er bara nákvæmlega sama og við sögðum alltaf með Norris í sumar. Það er bara alltaf eitthvað eitt klúður sem að fokkar öllu upp. Þetta er galið, sko. Það er bara þannig. En ég held til dæmis að það hafi skemmt helling fyrir keppni. Þú veist, ef við hefum verið með Piastri með í samtalinu og hann hefði þá væntanlega verið 4. eða 3. út í fyrstu beygju. Já, við hefðum þurft að, þú veist, ég held reyndar, þú veist, ég var að pæla í þessu dag, ég ætla að spá Katar þannig að þeir topp 3 í mótinu verði topp 3, en, þú veist, við höfum ekki fengið það í sínustu 8 keppnum eða eitthvað. Nei, menna við höfum ekki, Piastri hefur ekki verið í topp 3 síðan bara í mitt síðan Monza, sko. Hann var síðast á velunapalli á Monza, hann er núna 6 keppnir röð án velunapall. Það er galið, sko. Er það tilhugsun að þar sem að fyrsta svona ógeðslega súrað hans mati mómentið verður? Ert þú komið með álpappisætur? Nei, ég er bara veltaði fyrir mér og þetta er ekki álpappisætur. Við fáum spurningar um þetta. Þetta er ekki ég að reyna að segja, þú veist, að það sé verið að sabotasa fyrir honum. Nei. En fór hausinans við það. Þú veist, var það bara deflated þarna? Þú veist, eitt sem við rættum hérna, já, tölum þetta á eftir. Sigurlaugur Hjörleifsson ætlar að klára hérna pælingarnar á fyrir að tala náttúrulega McLaren. Allar spurningar voru í McLaren, ég held að það séu 2 eða eitthvað fyrir utan það. Slúður helgin á Horner komið aftur á næsta tímabili. Hvar var hann líklegastur? Ég held að hann mæti á næsta ári, já. Nú er það? Heldur það? Því að núna er bara hávarist orðrumurinn svo hára að það er bara basically bara verið að segja það að sem sagt hérna Andy Cowell hjá Aston Martin Já, er hann liðstjóri núna? Hann er team-principal núna. Hann sé bara, það sé bara ákveða að hann fari og í raun og veru áttu allir vonu því að þær fréttir kemur í dag. Já, ok. Alveg þar, sko. Og það er sem sagt... Og Horner komið þar inn? Já, það er sem sagt 2 nöfn sem ég er búin að hent fram og svo er ég að sjá 1 hérna núna. Og ótrúlega satt þá er það 3 current Formule 1 nöfn. Það eina nafni sem vantar þarna sem er dættur hér bara Gunther Steiner. Já, það var alltaf, ég man í fyrra og hitti fyrir, hann var alltaf í umræðinni, sko. Ég ætlaði að fara að segja í djóki, ég held að Gunther Steiner og Lawrence Stroll myndi vinna ákveðlega saman, en svo var ég að muna að hann er náttúrulega búin að vera með Gene Haas á bakinu allan þann tíma sem er, þú veist, bara svona minna vondakallarleg típa af Lawrence í því hvernig hann nálgast hlutina, sko. Sko, Lawrence Stroll er vondikallinn sem að Schwarzenegger myndi leika, Haas er vondikallinn sem að Danny DeVito myndi leika. Nei, hún myndir alltaf kasta Javier Bardem. Það er enda rétt, Javier Bardem var í flottur Stroll, sko. Ja. En Danny DeVito var í Haas. Hvað hét aftur, hvaða mynd var þetta sem Javier Bardem var með tækið sem er notað No Country for Old Men. No Country for Old Men. Það var alvöru vondikall. Það er einhver versti maður bara kvikmyndasögu. Já, það var gert stöddi í þessu fullt af háskólum vestanhafs, psychology departmentin í þeim, komist að þeirra niðurstöðu að þetta er hinn fullkominu vondikall. Já, er það ekki? Það er staðfest. Því hann var svo geðvig. Þetta er náttúrulega svo störtli mynd, sko. Þetta er svona, þú veist, ástæðan fyrir því að ég held að við séum sko hræddari við alls konar þú veist svona skriðdýr eða þannig, samkvæmt það er snákur eða krókodill eða eitthvað, er að þú sérð á ljóni eða á einhverju eða birni hvort hann er reiður eða eitthvað þannig. Þú veist, þetta er bara með bara eitthvað sálalust rándir stemming. Þetta eru yndislegt. En nöfnin allavega eru sem sagt, Christian Horner er efstur á þessum shortlista, víst. Svo er Andreas Seidl á þessum lista. Já. Og svo er farið að tala um Mattia Binotto líka. Já, ræna honum frá Audi bara. Ég veist, hann er náttúrulega bara COO hjá Audi, sko. Já, en vill hann ekki vera í því, eða? Ég hef bara haldið að hann vildi vera í tæknilega dótinu, en... Já, kannski. Það er að vera bara eitthvað að reka eitthvað batteri. Það er spurning. Heyrðu, við byrjum á heimsmeisturunum í McLaren, ræstu í 5. og 1. sæti, báðir dæmdur úr leik. Það er svoleiðis, halda sér í 756 og já, þeir eru þarna ennþá í 1. og 2. sæti, en Piastri núna orðin jafn, Max Verstappen 24 stigum og eftir Landon Norris komið í sæl og bless. Það fletta upp hérna, ég var með mynd af því, hvað þetta var actually mikið plankverð, sko, því að við erum að tala um eitthvað 0,0 það mesta hjá bílnum hjá Norris var 0,1 millimeter alveg
og svo var 0,2 það mesta hjá Piastri, en það var það sem var mesta, þú veist, síðan einn hann að hægra með 0,0, hvers konar nanometra eru þeir að nota til að mæla þetta? Þetta galið, sko. Þetta einhverja græjur. Það bara svoleiðis. Nei, þetta ekki bara gamla góða smiðsaugað? Já, það ekki, jú, þetta bara hann Bauer þarna bara, heyrðu, jú, þetta 0,01 frá, sko, og millimetr, sko, ekki sentimetr. En Kristinn Sveinsson ætlar að byrja þetta hérna, var dívan í fyrstu beygju ekki smá örvendingaratriði hjá Norris, samt ánægður með hann að Þóra loksins á móti Max? Herðu, þegar ég sá þetta, að þá var ég mega, þá var ég mega peppaður fyrir hönd Norris. Þegar þarna fannst mér ég verið að sjá pínu motherfucker í Norris. Já. Það ættist ekki lengi. Nei, þetta var helviti klöfalegt, sko. Að það náttúrulega ekki neitt grip, sástu líka bara rykið sem kom upp af bílnum í þessari, þú veist, þegar hann hann einst. Það hafði engin formúlubíl keyrt hann alla helgina. Ja. Og það var bara ekki neitt grip. Nei, hann fór bara í næsta póstumur, sko. En varstu búin að heyra, hvað Max var búin að ná honum og jafnvægi þetta í byrjun? Nei. Sem að Max fyrir leiki, shocker, á leiðinu á grittið. Ok. Og hann ógeðslega lengi að stilla sér upp. Max? Já. Ok. Og það er allt í góð því að það var svo langt í öftustu bíla. Já. Þannig að hann var ekkert eitthvað að gera eitthvað vesen. Það er svo kalt þarna. Hann hlað dekkinni á Norris, hann horfir á bara hitamælinn í stýrinu, bara klikk, klikk. Þetta komið bara í 20 gráður þegar hann sá. Og út af því að Norris þarf eitthvað að hægja á sér fyrst til að bíða eftir Max og eitthvað þess að áður en hann kemur hún á grittið, að þá er hann byrjar að tuða í talstöðuna. Það, Norris, hann sagt. Já, Norris. Já, Max var bara að hitta dekkin. Hann er bara spakur. Og venjulega í F1-um þá tekur 1 eða 2 burnout þegar þú komin inn á. Þarna var beiðnin frá öllum liðum 5. 5 burnout? Já. Norris, að pæla svona mikið í speglunum, var komin of langt til að gera það. Þannig að hann var ekki, ég tók heldur 2 og 1 svona næstu í. Þannig að hann var ekki með afturdekkin í réttum hita einu sinni. Já, jafn heit og það gæti verið. Enda þú veist, Malbygg þarna í 17 gráðum en ekki skilur 48. Ég vil alveg að fyndi akkur til að byrja útsendingun og það poppaði upp í 30 á mælinum okkar. Já, það hefur einhver verið bara með... Og þú alveg bara, nú var það ekki að heita. Ég held bara, nei, ég var að fucking... Já, ég hafði ekki verið búin að sjá það. Skilur, ég var bara að skoða þetta. Ég vildi ekki hendi í bara eitthvað, nei, Bragi Þórisson, þú ert hálfviti. Það er myrkur úti og 17 stigi hiti. Auðveldi Malbygg í 30 okkar gráðu. Það hefur eitthvað verið með hárblásar. Já, bara 100%. Eða bara, þú veist, verið undir dekki akkurat hitamælirinn. En þetta verður allavega til þess að Norris komin í bara, hann er pirraður og allt annað fyrir. En það við sáum að viðbragð hjá Norris var betra. Já, hann var reiður. Já, veist, bara viðbragð hjá hann var betra en hjá Max. En það er svo lýsandi mitt að Max sé svo bara að ná honum hann strax, sem að gera það verkum að hann verður að koma svona aggressív fyrir og þá er hann alltaf pott bara komin í alla speiklandu og bara það að þurfa að fylgjast með því, þá er beigjan bara komin. Veist, hvað er þetta? 3 metrar þetta er mjög stutt. Þess vegna var þetta svo auðvitað. Það er alveg sama hversu hægt hann fer þarna. Max er aldrei að fara að taka hann utan á þarna. Nei, það er miklu frekar bara þá rössulega einhvern sem er að koma svíðandi utan frá. Og honum er alveg saman það. Max reynda var heldur fljótur að færa sig tilbaka, sko. Já, en það var alveg til að þunga Norris í leiðindi. Ég held að sé nú líka bara til að ná beigjunni, því að það var eitthvað sem að Norris ger ekki, sko. Rétt, góða punktur. Svo náttúrulega, já, sést það bara hann í beinu framaldi, bara dekkin og allt hjá Norris er ekki jafn tilbúin í Mercedesnum, hvort að það er merki. Það tók líka bara 10 hringi eða eitthvað hjá þeim báðum, sko. Bara alltaf. Bara galið. Já, ég minna að vera að tala um að þetta greining phase sem að sendi marga inn snemma á hörðudekjunum hjá Antonelli. Það voru 11 hringir að komast í gegnum það. Já, nákvæmlega. Þetta var ekki eitthvað svona að þú ætti að passa dekkin í 1-2 hringi. 11 hringir. Keira í gegnum það. Og þá líka bara kemur þessi vafi hjá öllum liðum. Bara nefndu, hefur þetta ekki komið núna? Það var bara hvað? Heyrðu, bara stoppum. En þetta er bara svo ekstrím aðstæðar að menn verða bara að vera þolinmóðir. Já. Og þú veist, það að Antonelli var hraðasti bíll í braut þarna á 44 hringja gömlum hörðumdekkjum í lokin. Það er náttúrulega númer 1. Sko. Segjur okkur líka bara hvað þessi gæi er með ógeðslega mikið náttúrutalent sem ökumaður. Jep. Og bara þetta var svo lýsandi fyrir það hvað þetta er að fara að vera mikið skeppna, sko. Já, bara leið og hann tikkar inn þessi smáatriði sem þarf, eins og segja. Og hann bara gera það aftur og aftur. Algjörlega. Og í maður, refsingin hans. Þetta var það allra minnsta sem ég hef séð. Já, að grípa það, en þetta er samt ég að sammála sig refsingu. Þetta er svekkjandi fyrir hann. Já, en gríping er ekki alltaf refsing. Þú þarft að vera nógu framalega til þess. Annars tryggir ekki sensor. Er þetta bara sensorin? Er ekki í reglum að það sé bannað að grípa?
Ég held að það sé ekki bara þannig að þú rúlar yfir sensorinn. Það samt eitthvað meira í því, sko. Nei, þú veist, þetta starting lane infringement. Þú veist, ég held að þetta sé ekki, ég held að reglan sé ekki bara svart og hvít þannig að... Starting procedure. Já, nei, þú veist, annars myndu allir grípa. Þú veist, þá myndur þú bara vera feti fyrir aftan. Já, þú veist að, menn restu, þá var þetta bara sensorinn og þá viss allir, þú veist, creeping bara bannað. Við erum með allar myndaðulegar á þessu og getur alltaf fundið það. Þannig að ég samanlega, þetta ógeðslega svekkjandi fyrir hann, þetta samt alltaf refsing. Já, menn hann tók aldrei eftir þessu. Nei. Hann bara að stara ljósinn. Já, þú veist, við tókum allir eftir þessu og það var búið að summa inn á þetta. Já, þú veist, þú finnir ekki fyrir. Ef það hefur bara ekki verið nein merking á dekkinu, þá hefur ekki séð þetta. Nei, ekki, já, nákvæmlega, án grín, samt að þetta hefur verið svart dekk, ekki séns. Það bara þannig. Heyrðu, Norris, hann núna með 16 ráspóla. Það bara 8 sinnum sem hann kemur fyrstur út af fyrsta hring. Það segja bara 50% tilfella þegar hann ræsir á ráspól. Shit. Og það, þú veist, ef þú hefði spurt með þessu síðasta sumar hefði ég ekki giskað á 50%. En það var það sennilega það var ekki 50%. Sko. Nei, þetta aðalega þetta síðan sem búið að bæta upp fyrir það, sko. Já, og bara síðustu 3 keppnir, sko. Það svolítið svoleiðis. Heyrðu, þá það fíllinn í herbygginu. Gabriel Daði byrjar disqualification á McLaren. Hvernig ekki passa betur upp á að brjóta ekki svona reglur? Ég held að þetta sé lýsandi dæmi það hvað munurinn orðinn ógeðslega lítill í formúlunni. Að þú skilur ekkert eftir á borðinu. Og það sem við erum að horfa þarna... Byrjum bara að útskýra af hverju voru dæmdur út. Ok, undirbílnum það sem við köllum plankan. Þetta bara raun og veru planki, vissulega hann út títaníum, en hann lítur samt út eins og timbur. Nei, hann ekki allur úr... Þetta sem lítur út eins og timbur, það ekki titaniumpartur. Nei, það eitthvað plastefni. Titaniumpartur, það eitthvað svona... Já. En þetta ekki timbur allavega. Þetta ekki timbur, þetta var úr timbur í gamla. Svona 99-2000 var þetta timbur. En sem sagt, snertiflitirnir úr titanium. Og þetta plankin bara hannaður til að það verður eitthvað af botninum að snerta brautina á stundum, og þá bara plankin tekur það. Þetta meira þess að kallað sko skidplate basically, eða skidplank. Og hann sem sagt staðlaður í stærð og þykkt og má ekki minnka, þá erum við að tala beint upp, það má ekki eyðast nema upp á ákveðnu marki og þetta náttúrulega regla sem sett 22 eftir Bakú-ævintýrið þegar Hamilton gæti ekki labbað og það allt saman. Þú veist, þetta var ekki fyrir það. Nei, ekki þetta, þú veist, skidplate það mátti eyðast eins mikið og það menn voru ekki að græða á því. Og það sem búið að herða þessa reglu alltaf. Og til dæmis held ég alveg örugglega að Norris hefði sloppið bara frá síðustu reglubreitingum. Sko, já, þú veist, núna held ég að þetta var ekki þannig að þetta séu margir punktar. Þetta var alltaf bara fremsti punkturinn. Nú er mælt, þú veist, á 6 stöðum eða eitthvað. Okay. En þeir sérst fjalla á því og það var alveg á flestu öllum stöðum var þetta einhverjir nanometrar sem þeim voru frá. Já, meira á bílum með Piastri heldur en á Norris, en það líka út því að bara það virðist ekki vera sem að hliðin hjá Piastri fatta þetta og hann alltaf gat heldur ekki að hægja á sig en restina, menn að Norris að hægja á sig þá. Já. Þannig að þú veist, þetta fer náttúrulega langt mest á ringjörnum sem þetta kera hraðast. Algjörlega, og þetta sem sagt gerist, já. Og þetta ástæðan fyrir því að sem sagt, McLaren henda í fuel saving dæmið, að þeir reyna að segja honum nákvæmlega hvað hann á að gera. Og að segja alls konar kóða og drast, sko. Fyrsta merkið sem að varð spurningum þetta var í raun og veru sem var að segja spurningum hvort þetta væri raunverulega bensíndæmið var skilabóð sem við heyrðum í útsendingunni sem var á ég að opna DRS-ið því að ef þetta væri bensín þá viltu vera mópið DRS sko. Já og þá þú veist þú þarft að vera leikskólabad til að þú veist, þú myndir aldrei spurja liðið að því ef þú vissir að þetta veri bensíndæmi. Akkurat. Og það, þú veist, Aron Steinn spyrir mitt nákvæmlega þetta. Þá kom eiginlega fram að McLaren voru fann að hafa áhyggjur að þessu sko á hringjurum á leiðin og grittið. Já, sérst Aron Steinn spyr hefðu McLaren mögulega sloppið með disqualification ef þeir hefðu ekki látið Norris hægja svona svakalega á sér og vekja þar að leiðandi grunnsemdir. Þeir hljóta að hafa verið búnir að fatta þetta. Sko, málega það að þetta ekki eitt af því sem skoða eftir hverja einustu keppnars þar. Nei, Bryndís hann að spyrja mitt, eru alltaf allir bílar mældir svona eftir, og nei, það bara nokkri teknir að handahófi, basically. Já, rosa handahófi, það voru top 10 þarna. Rétt. Og þetta er bömp í götubraut, skilur. Já, og ég bara sagt ykkur það núna að
Max Verstappen, Oscar Piastri og Lando Norris verða teknir úr hverju einustu braut þar sem eftir á þess tímabili. Og þú gerir ekki upp á milli tælar ræfalsanna. Annarkvæmt allir engin og þeir vilja kannandi það. Þú veist, þetta ólíkt hins vegar eins og með bensíninu því að þar þurfa allir að skila 2 litra sampúl eftir keppni sem að dælt úr bílum og það líka bara til að meta hvort að eldsneyti sé í lagi, sko. Já, þú veist, það bara eins og allir bílar þurfa að vera vigtaðir, skilur. Það er ekki bara nokkri teknir að handahófið þar, skilur. Það er bara í svona extensive check sem er gert. Já, þú veist, hver einasti bíl fyrir eitthvað check eftir keppni. Já, þú veit það. En það er mismunandi hvað það er, því að þú veist, við erum með plankver, við erum með FlexiWing, við erum með DRS-opnuna, þú veist, við erum með alls konar svona hluti sem eru skoðaðir, bara eru allir hlutir homologaðir en innsiglaðir á bílnum og allt þetta. Þannig að þarna kemur þetta mér ekkert óvart út af því að þú veist FIA líka að horfa að keppna, það var ekkert eðlilega þú veist, fyrsti hringurinn var bara fyndin magniða neistaflugi hérna niður streipið, sko. Já. Og en það er greinilega, sko, McLaren eru með eitthvað skynjara í bílnum sem að greinilega þeir gátu verið að monitora þetta eitthvað. Allir með eitthvað. Já, það kemur samt pínu óvart að það sé hægt. En það er verið að mæla, nei, er það ekki bara þeir eru bara að vita hversu mikið að höggum bílinn er að fá sig á öndurflóði, sko. Eða þá bara titanium draslið er bara, þú sendir bara einhverja rafmaks ströym í gegnum það. Ekki bara hitamælari. Til að vita bara hversu þykkt það er, skilur. Það er ekki bara hitamælari. Eitthvað svo leið, skilur. Það hitmæli það að snerta jörðina. Ég er ekki verkfræðingur. Nei, bara bifvélavirki. Bara bifvélavirki, sko. Ég feilaði í verkfræðinni, sko. En jú, þannig að þeir hafa vitað af þessu hjá Norris. Greinilega skinnirarnir hjá Piastri voru ekki að segja þeim neitt því að þeir segja honum aldrei að hægja á sér. En ég minna þá kemur Stefán Arason líka með samsæriskenninguna, sko. Þá spyr ég, hvers vegna gerðu þeir ekki að sama við Piastri þar að segja láta hann vita þessu. Og 2 sekúndur hliðar í skúrnum. Já. Og þeir eru náttúrulega löngu hættir að deila svona upplýsingum milli sín í titilslæg, skilurðu. Nei. Ekki? Nei. McLaren virkar ekki þannig. Nei, reyndar ekki. Nei, þú veist, Sepp Brown og þeir eru bara búin að segja við erum aldrei að fara í það verður ekki deilt á milli skúra. Já, og sérstaklega líka með svona, þetta er nú krítiskar upplýsingar. Það gerir liðið bara lélegra en núna hins vegar þurfum við virkilega að fara að tala um þetta og þetta koncept í heild sem við gerum í dag eða gerum næsta að núna liggum við í mómentið sem að það bara að fara og brjóta hjartaði Piastri, sko. Ég hef með ökumann sem er 21 stígi á undan, eða 24 stígum á undan. 24. Já, hann er ekki örugum með heimsmeistaratitilinn. Max Verstappen er að mæta. Ætlar að fara að láta þína menn berjast. Já, og brjóta hjartaði honum að vera með tímorder. Já. Ég skil þig. Það er eina sem meika sensor um að klara en ég vona að gera það ekki. Það er eina sem meika sensor um að klara en Piastri er ekki að fara að gera það er bara, þú veist, hans samningur er bara þess eðlis. Nei, bara hann frekar lappar bara í burtu. Já, þú veist, það sem hann alltaf bara Norris þarf að gera er að vera með 26 stiga fórustu á Piastri eftir Katar og þá er það annars samtal. Já, ég segi það, þú veist, þó hann sé ekki með á Max, en ef að Piastri er ekki lengur í titilslagnum í Abu. Þá fara hann aðstöðuna í Abu. Já. Þannig að það versta sem að gerist hérna fyrir Norris væri náttúrulega dætt út eitthvað líka. Og að í raun og veru, þú veist, já, bara að við hefði komið hérna allir 3 í lokakeppnina á sömu 15 stigunum eða eitthvað. Það væri katastrófa fyrir Norris. Já, en ég meina það getur bara leikandi gæst. Bara mjög líklegt. Nei, ekki kannski líklegt, en það er alveg... Nei, McLaren verið skeppna í Katar, sko. Já, ég held bara að það verði það fleiri. Ég er hræddur um Red Bullin nefnilega. Ég er mjög hræddur eiginlega um Red Bull. Já, af hverju? Bara þessar lungur höfðu beigjur og það er ekki... Já, svona eins og Suzuka. Já, vissulega, en þá var öldin önnur svolítið, en þetta er ekki svona braut sem þú getur tekið bara fyllt af vangabílnum og eitthvað svona dæmi. Já, eða Singapur. Manstu út í því að Red Bullin var svona one-hit wonder bíl og svo tók hann og vann, þú veist, einhverja fáralegustu keppnir í röð sem að meikuð ekkert sem. Já, vissulega, Singapur bumpin er svo eitthvað svoleiðis. Hvernig Katar, er hún bumpin, er það bara kantarnir sem eru leiðilegir þar, eða? Minnir að hún sé góð. Já, það ekki. Malbyggi sjálft sé gott, en síðan, þú veist, fer bílinn í ójafnvægi á köntunum og svona. En þú veist, ég minna, hann vinnur, hann átti að vinna... Þessi bíl meikar engan senn, sko. Þú veist, hann átti að vinna Singapur, hann var annar í Hollandi, vissulega svolítið á eftir. Það átti hann ekki breyk.
Já, við tölum betur þetta í uppbytunum á 50 daginn. Texas... Hvernig Katar fer. Það er eftir bumpi næst þar, sko. Já, það er eitthvað skrítið var Red Bullin allir að ráða við bumps. Já, eftir að koma með flóra-update. Já, ég veit að ég bara segja... Já, en bara þannig er staðan. En aftur... Nei, veistu hvað mér líka að hörta McLaren svo massíft? Það er ein æfing. Það er ein fucking æfing. Og en nýbúið að dæma úr leik fyrir að bílið sér eitthvað stund. Já, og það heyrðu, aftur að þessu, þess að af hverju geta er ekki, þú veist, af hverju þetta gerast, og McLaren statementi var bara þannig að, sérst, út af rigningadæminu og því kaosan allir í æfingunum, að það gáttu ekki safna gögnum eins og þeir vildu. Þeir voru að gera drastiskar breytingar á bílnum frá því í fyrra þarna, sérst, í uppsetningu, voru með meiri afturvæng og eitthvað til að reyna að stoppa þetta greininga framann. Og þess vegna fór æfingarnar allar í það, frekar en ræthættdæmið og svo þegar ætlu að fænallega testa það í þriðja æfingum, þá náttúrulega rindu þær allar út. Og náttúrulega það sem var svo merkilegt við þetta var að þetta var rauninu portposing sem var að valda þessu. Já. Og það er bara eitthvað sem McLaren hefur bara aldrei lent í. Sko. Nei, en þarna var bara of grimmir í að keyra bílinn aðeins of lágt. Enda sá maður að bílinn virkaði, þú veist, í fyrra voru þeir í 7. og 7. bara hvergi sem var leir. Þarna Norris var á ráspól, skilur Já, við þykningu samt. Vissulega, en þú veist, þetta er augljós skref áfram. Það er alveg öruglega spurning að ég veit ekki svo sem í ljósið skönda fór, en þú veist, eina spurningun sem maður spurði sér til keppni var bara, ok, Norris heldur fórustundu fyrstu beygju hvernig fer, sko. Ég vil meina hann að vinna keppnina. Já, ég held að hann hefur dæmdur út, sko. Já, nei, samt svona Ég er að fókja Nei, en hann hefði verið, hann hefði eitt plankanum Já, hann er alveg alveg mikið, sko, og jafnvel meira Já, sennilega meira, já Ég held samt að Max hefði unni, ég held að Max hefði bara verið með meiri hraðana, já. Ég held að raunverulega, sko, ógnin við Max hefði verið, ef að Russell hefði komist framúr með fyrstu beygju. Mögulega. Og því að, náttúrulega það sem Max gætt gert þarna var það að hann gætt alltaf passa upp á framtekin, ólíkt hinnum, sko. Og líka bara dekkin heitnuðu miklu fyrr, þú veist, í pitstoppinu hafði hann mögulega geta underköttað í staðin fyrir að reyna að overkötta eins og margir voru að gera. Já. Þannig að, já. Ég held að Max er alltaf farið fram úr Norris, sko. En aftur að McLaren katastrófinni, Ísak Einar spyr á skalanum 1 til 10, hversu mikið klúður er það hjá McLaren ef Max verður meistari og Leiknir Logi bæti við, er McLaren liðið versta lið allra tíma til þess að vera heimsmeistari ef Max vinnur titilinn? Og það, þú veist, já, basically, og svarið er, þú veist, 10 yfir hversu mikið klúður þetta verður. Ef að Max vinnur titil ökumanna, þá er það, en þú veist, vissulega er það bara pari við 2007 McLaren, sko. Þannig að þeir kunna þetta, sko. Já, það segir. En þú veist, aftur, 2007 var það ekkert McLaren að kenna Hamilton krassaði í Kína, sko. Það var bara einu mann að kenna. Eða Piastri í Baku núna. Ég segi það, sko. Þú veist, vissulega... Þetta er McLaren að kenna helgina. Shit, hvað verður áhugavert að taka eftir tímabilið og maður getur gert það við alla. En... What if? Já, sko, núna reyndar vissulega þessa helgina er það náttúrulega blessing in the skies fyrir Piastri, sko. Já, Piastri er að græða 6 stig á þessu. Já. Það er bara ekki dörrið. En shit, hvað það eru orðin mörg stig sem eru farin í eitthvað svona dodgy þar, sko. Þú veist bara, ég mun aldrei samþykja það til þess að refsingin í Brasilíu hafi verið refsing. Já, það er galið. Sko. Og það sem að bögga mig þar er að ástæðan fyrir svona var bara reiður yfir því, var að það tók af okkur. Það tók bitan úr keppninni, basically. Þú veist, hvað tapaði mörgum stigum á því? 10? Men hann tapar rauninni bara 2 sætum á því, þannig að það er þá 6. Út af þetta eru 3 og 3, þú veist, hann hafði verið 3. en var 5. eða eitthvað svo leiðis. Klára hann ekki 7? Já, ok, en þá hafði hann verið 4, þú veist, en þú veist, þetta kostaði hann stig, en þetta aðalega það kostaði okkur. Nei, hann var í öðru sæti. Var hann í öðru þegar þetta gerist? Þegar hann kemur inn í pitstoppi, þá var hann bara höndan í Norris. Já. Því hann fer fram úr, náttúrulega, hann var 4, þú verður að fara fram úr Antonelli í öðru og Leclerc í 3. Já. Og Já, akkurat. Þannig að þú veist, ok, gefum okkur bara 10 stig þar. Já. Og svo voru örgulega 10 stig viðbútt á Silverstone. 14 teknilega, það er 14, bara svopp. Og það spara þetta tvent og þeir eru jafnir akkurat núna, sko. Já, en þú veist, svo ein vél hjá Norris er 18. Vissulega. Og þú veist, en ég er bara að segja, sko, hann er bara búin að fá svo mikið af þessu. Og ég er ekki að segja að það verði endilega eitthvað defining í því fyrir utan reyndar þetta sem að gera snemma. Hann hefur bara verið komið þannig buffer að aðrir hefur bara gefist upp, held ég, sko. Þú veist. En og sama held ég við getum sagt
Red Bull og Max á ákveðnum tímapunkti þar sem að þeir voru bara ekki með í þessu heimsmeistaramóti og Max nálgaðist bara keppnina svolítið þannig. Skildi hann einhver stig eftir á borðinu sem að mögulega verða þá þessi 4 sem vantaði upp á í lók tímabils. Þú veist, og Antonelli krassið og svona, það vissulega, þú veist, fer þá með hinu dótinu svolítið, sko. Já. En þú veist, bara þessar keppni sem að Mekkis að taka við til dæmis, stemmingin inn í liðinu, það var bara svona, heyrðu okkur, þetta síðan er farið, nú getum við bara svolítið resetað bara, þú veist, í staðin fyrir að vera alltaf vinna hönd, skilur, á endanum mögulega grættuður bara á því ef eitthvað er, en þetta er sem nákvæmlega þetta sem þú ert að segja, ef að Piastri að eitthvað tímann verið komin bara með 70 stig í forskot, þá er þetta bara, heyrðu, þetta er bara búið. Svo er þetta ekkert flókið. Hvað er að marga keppni núna sem Max Verstappen er búin að vinna og beint á eftir honum er hann að koma McLaren-ökumaðurinn. Það er hver einasti sigur Max Verstappen, en ekki? Nei, ekki Baku. Já. Ekki Baku og náttúrulega ekki núna í Vegas. Nei, þú veist, en þá erum við að tala með ekki með 7 sigra, Max, jú. Hann er undan 5 keppnir þar sem að það var ekki Red Bull eftir honum. Já. Þannig að þú veist, bara einmitt það. Jep. Þú veist, það eru 20 stig þarna, sko. Jep. Þetta er svo... Þetta er unaðslegt. Það er það sem þetta er. Það, sko. Og líka bara sömu leiðis ef að þú veist, tökum bara Norris núna. Ef Norris væri í stöðu að við getum fært Max Verstappen alltaf upp fyrir Piastri, bara upp 1 sæti, skilur við. Það var Max búin að stinga af, sko. Já, þetta var bara búið. En vissulega var það eins með Norris, þá hefði hann unnið heldur marga keppnir. En bara to my point, sko, þetta munar. Rétt. Jón Þór spyr, hvenær ætlaði þessar sögursagnir Piastri í annað lið að vera staðfestar? Hann meðal annars deildi þessast repostað á Instagram að McLaren væri að favorita breska ökumenn. Það var náttúrulega hjúts, var þetta ekki bara á 5. daginn núna síðan? Þetta var bara aðfara nótt. Þetta var heldur daginn fyrir æfingan og frekar heldur hann á milli æfinga. Ég held að já, bara hann var á media-daginu með eitthvað þannig, bara þá á miðvikudegi þarna. Já, og bara eitthvað miðanótt eitthvað, þá bara komin upp á hótelherbyggi. Þá birtist á Instagraminu á honum, sem sagt, verið að deila posti það sem er verið að kvóta Bernie Ecclestone. Og þetta var bara eitthvað, þú veist, motorsport.com eða eitthvað. Já, bara eitthvað svona tiltölulega official. Já, og eitt bara rétt á eftir. Og deilir hérna kvóti frá Bernie, þar sem Bernie er að segja það er augljóst, eða þú veist, já, ég man ekki nákvæmlega hvernig kvóti er, en augljóst að McLaren vilja breskan meistara. Ja. Þarna gruna mig að við séum að gera meira úr þessu heldur en þetta er. Ég meina, Piastri vissanlega hvað hann var að gera. Nei, ég held að Piastri sé ekkert að sjá Instagram akkánti sem sjálfur, sko. Þarna held ég frekar að það sé einhver aðstofamaður eitthvað sem ætla að setja stóri á sér, sko. Já, þetta séu legit mistök. Já, en það segir okkur að samtalið svona. Já. Þú veist, ég held að þetta var ekki verið Piastri að reyna að búa til einhverjum bát, sko. Ok, já. Ég ætla ekki að vera samanlegaður. Ég myndi kaupa Mark Webber og hann rugga einhverjum bát, en ég meina, þú veist, það er basically það sama. Þetta er rosalega weak dæmi eitthvað að eyða þessu strax og kommenta svo ekkert að. En þú veist, talandi að Piastri sé að fara, þú veist, nei, hann er aldrei að fara fyrir næsta sísón. Þú veist, við tölum þetta daginn. Þú kemst alveg að það gæti mögulega. Það er bara út því ég er að fá alls konar. Hann farið þá til Red Bull, það er eina sem er laust. Já. Þú veist, ég er ekki að horfa á eitthvað tablborð þar sem ég sé eitthvað auðljósan leik fyrir hann, sko. Men þú veist, ég held að það sé alltaf stay put fyrir næsta sísón og svo bara á miðju næsta sísóni ákveður þið hvað hann ætlar að gera. En ég er ekki búin, ég held að fatta, ég er bara ekki búin að heyra jack shit það hvernig McLaren gengur með þróun næstu kynslóðar. Nei, en ég meina, höfum við heyrt eitthvað. Eina sem við höfum heyrt er að Mercedes segja að vera bestir en það er ekkert eitthvað. Eina sem við höfum heyrt er bara vélinn. Já, ég segi það. Það er ógeðslega auðvelt að byggja það á einhverju. Það er þá bara eins og að segja að McLaren er með besta bílinn á næsta ári, þeir eru bestir núna. Já. Þannig að það er... Já, það verður gaman fyrir okkur að spá núna miðjan janúar hérna þegar við vitum ekki neitt fyrir fyrsta test, sko. Ég elska að fá meitt svona lokað test, þannig þá verður maður að fara að lesa í alls konar bara blaðamenn sem er á svæðinu og eitthvað svona. Ég hef gaman að svoleiði, sko. Ég hefði meira gaman að fá bara að sjá það, sko. Við fáum síðan að sjá bara einn test, skilur. Það er rétt í Barcelona bara við lokað. Þetta er svo mikið hræðsla það, við fáum eitthvað þvælu. Að þeir vilja bara ekki. Já, enda verður þetta þvæla, þú veist, þetta verður fyrsta testin verða allar vélar springa á allt í apaskýt, sko. Það er bara þannig.
Bílaumboð Askja sjálfsögum með ykkur í liði, talandi um að Mercedes eru bestir, það er nú bara þannig að Mercedes eru í öðru sæti heimsmeistaramótsins með 431 stig með báða bíla á velunapalli í þessari keppni og okkar öskjufólk svo sannarlega satt með það, enda formúlufólk að mestu leiti þarna upp í öskju, enda toppfyrirtæki. Sagan segir Askja hafi verið á bakvið það að finna Antonelli. Já, er það ekki? Talentskáttið upp á krókhalsi voru með pötun á púlsinu með þessu, það er nú bara þannig og ég ætla að byrja Mercedes hotnið á að segja sónakstaðarind sem er unast eina sónakstaðarind holy shit hvað ég þarf að þrífa bensin minn já það er svo leiðis ég bara er að sónak sæja hann ég get ekki látið buxna minna sjást hérna, ég er búin að rekast í bílinn sko þetta er bara er þetta þannig að basically hvorki Askja neð sónaks með að sjá þig eins og staðan nú En ég er í góðu kamuflassi í þessu grámiklunni hérna. Þetta er head down bara upp á áfram sko. En sónakstaðarindin sko, hún er ekkert sérstaklega sterk en eins og þú veist, þá elska ég góð nöfn í sónakstaðarindinni. Þannig að, við rýðum á aðeins hér. Sónakstaðarind helgarinnar er Andrea Kimi Antonelli hefur nú náð 3 velunapöllum á sínu fyrsta tímabili. Hinnir 2 sem hafa náð því á þessari öld eru Geitin. Það er Geitin, Lewis Hamilton. Nei, ég myndi hinn Geitin. Og hinn Geitin Juan Pablo Montoya Það er bara í brallin elskar Hamilton Kreinarinn elskar Montoya að Villeneuve hafi ekki gert þetta á þessari öld já Villeneuve gerði þetta árið 1997 það er og svo margir gert þetta fyrir það já, beti, var það rúkki sem Villeneuve verður meistari? Kom hann ekki eitthvað aðeins hann 96? Hann er annars Nei, hann verður meistari 98 Nei, 96 er hann rúkki, sorry og er í titilslagnum, sko, þú veist Villeneuve og Hamilton eiga basically eins rúkki ár þannig að enda mjög sambarlegur á velli já, byrjunin af ferlinu er að byrja nákvæmlega eins næstuði meistarar á fyrsta ári verða meistarar á öðru bjánalegar hárgreiðslur en svo fór aðeins mismunandi svona enda á að fara til Enstone-liðsins nei, Brackley liðsins þannig að þetta er allt í toppmálum þá var þetta Villeneuve þá var þetta bar vissulega kom engin spurning Mercedes ekki einasta liðið sem var í öðru og þriðja sæti með, sko, við erum með refsingur Antonelli, við erum með hvernig anskotur að kera hann 48 hringi á þessum dekkjum, við erum með hvað var að gerast í stýrunni hjá Russell það er öllum drull eina sem ég get sagt Mercedes er að George Russell núna staðfestur í 4. sæti heimsmeistaramótsins litla point-hólið líka fyrir þá í heimsmeistaramóti heldur betur, nú eru þeir basically bara komni með þetta annarsæti, sko, þegar það er 40 stignir í Red Bull og þeir geta bara mest fengið 50 stig 58, það er 58 alveg bókstaflega geta þeir bara fengið 58 stig þannig að, byttu, og það eru 30 á milli þannig að Mercedes þurfa bara að skora 28 stig í síðustu 2 keppnum já, þannig að ef það 28 í Katar þá er starffræðilega ekki að það og við hlægjum að þessu en það er svo leiðis nei, við þurfum það ekki einu sinni því að það náttúrulega fækkar síðan stigunum sko. já þeir þurfa bara að vera með 26 stiga fórskot á Red Bull fyrir Abu Dhabi og þá er staðfesti með hennasendi og Ferrari náttúrulega eru bara komnir út úr þessu Ferrari í 4. sætinu með 378 þannig þeir eru komnir hvað er 2 keppnir sem Ferrari voru í öðru sæti? Þeir eru 53 já, 2 keppnir sem voru í öðru sæti þeir eru núna 53 stigum á eftir Dutti er aftur fyrir Mexiko eða Brasilíu? Í síðustu keppni já, það ekki já. Þá var stóra svingið þeir fara úr öðru niður í 4. já, þetta gerist allt það doppul DNF já, pældi því, já fyrir 2 keppnum voru þeir í öðru sæti nú eru þeir 53 stigum á eftir enda Mercedes núna í bæði Brasilíu og hérna náttúrulega Halain sko. Það er bara þannig að, jú, Andrea Kimi Antonelli sko bréfin eru helviti græn hann er að klára þetta season bara á sötsa hann er að klára þetta season til þess að stempla sig inn sem Rookie of the Year sko já, og svo bara mögulega til þetta væri nánast ósangjant að fara að horfa á það bara því hann er að ná svo miklum highlightum undir lok seasonið og það er svo stórt, ég meina Hadjar setti Racing Bull á velunapall sko Berman næstu því Haas á velunapall sko, þú veist, þetta er ekki alveg svona en hérna Antonelli er allavega ekki lengur næst lélegastur að þeim nei og þannig var nú samtala orðið bara eftir þessa fjöðrunar uppfæslu þarna sem kom með sumar Antonelli bara, nei, þá drafst hann svo þegar settu gömlu nei, þegar hendan uppfæsluna setja gamla undir var það eftir Immola? Nei, eftir Immola kemur 9 hentuðu því? Já, eftir allt sumari Nei, þú ert að rugla saman það kom framvængja breytingin á það hann er búin að lifna við eftir það já, ok, en þeir fóru tilbaka í þessari fjöðrun
En það var ekki þar í kringum Monza sem að það kom framvækjabreitingin og gólfið og það dæmi og það stígandinn sem núna búin að vera. Antonelli talaði allan það að það fóru 2 mánuður af þróun hjá honum út af þessari fjöðrun. Bara, hann var að ræða þetta á miðvikudaginn. Og hann bara að reyna að keyra eitthvað sem hann skilur ekki. Það bara nákvæmlega svona. Max Verstappen núna 24 stigum og eftir Norris eins og áður hefur komið fram í 3. sæti mótsins. Býtu, þá Piastri með fleiri sigra eða ekki á tímabilinu. Piastri í öðru sæti. Max í 3. Var Max með 7 ráspúla? Nei, jú, Piastri var með, ég að rugla saman. Þetta er ráspúlunni. Já, það ekki Piastri með 7 sigra og Max með 6? Jú, 7-6-6. Nei, þetta var þá var 7-6-5 fyrir það. Hann var með 5 sigra fyrir þessa keppni, jú. Það var 2 í byrjun og svo 3 í röð þarna. Rétt. Og Yuki Tsunoda náttúrulega solid 17. sæti eftir að hafa ræst af þjónustusvæðinu og komist upp í 12. sæti af 15 bílum sem kláruði. Hann með 6 núna. Hann með 6 sigra. Þannig að hann í 3. sæti Max Verstappen eins og staðan núna. Þá síðu jafnir en þá Piastri á undan á fleiri sigrum basically. AB varahlutur að sjálfsögum með okkur liði eins og sjá má hér fyrir pervertana sem að horfa á okkur, við erum í júröl á borði og ég veit ekki hvað og hvað. Akkur er hann ekki í hendi? Já, það reynda frábær spurning. Við opnum þetta þegar tökum í lokkið. Við erum með heilan kassa þessu, sko. Við getum alltaf opnað og sett bara nýja í næsta þætti, sko. 24 í kassanum? Bara bing, bara búm. Þetta er ekki flókin starffræði, sko. AB varahlutir að sjálfsögum landsins stærsta úrval af bílavarahlutum og aukahluti í bílarna eru líka með bóksóverkfærin og förtsefnavörurnar og ég veit ekki hvað og hvað. Málingavörur og sampapíra og allt sem þú getur mögulega þurft fyrir bílinn, það til upp í AB. Hver var alltaf betri helgi? Sko, ökumaður dagsins var að sannsögum Max Verstappen, hann sérst var kosin driver of the day. En hann var ekki alltaf betri. Hann var ekki alltaf betri. En lýsulegin sinn, nei. Heyrðu, það enda rétt. Yuki, Samson ángríns, hversu svekkjandi fyrir Yuki þessi rigningardæmi. Þannig að ég alveg vissum að Max hafði tekið skref áfram sem Yuki hefði ekki tekið. En þú veist, Yuki hafði verið ábygglega í 10. eða eitthvað. Ég lofar. Red Bullin var með það mikið hrað og hún leið vel. Hún leið bara í fyrstu 2 ræfingum hann bara pari við Max. Og ég satt hann að sjálfsögðu í Gretar Hæval. Já, engar áhyggjur af Gretar Hævalinu. Mér var gjörsamlega mistrimt þar helgina. Sko, við vorum báðir hrikalegir. Ég skoraði 10 stigum meira en þú eða eitthvað. En þú ert, sko, af topp 50 ertu lægstur. Já. Það bara eitthvað í 60. sæti. Já, með báða McLaren í liðinu. Og það eru 3 hlutir sem ég... Og þú veist, Albon startdræveran og eitthvað. Þetta var allt í abaskip. Það voru 3 hlutir sem að ég get komið með þar. Og ég ætla bara að fá að nefna. Já, við bara klárum með það hopp núna bara. Við rýjum hennan plástur af. Vissulega tengt, sko... Við vorum rétt rúmlega 700 stig, Kristján. Þetta var ekki fallegt. Saman erum við fínir. Já, 1400, þú veist, það svona ágætt, sko. Sko, málið það, ég ætla að minna þið á hérna. Manstu fyrir tímatökur, þegar ég sagði við þig, ég ætla að henda Norris úr liðinu því ég hefði trúað að klikka eitthvað hjá honum og taka inn Leclerc. Já. Út af því að ég hendi út Leclerc, ekki, ég var búin að stilla upp lið. Ég var búin að stilla upp lið, þess að voru báðir, McLaren. Ég gæti ekki verið með Max þegar maður læstur, þannig ég var með Russell minni mig. Það var eins hjá mér, sko. Og við vorum með mjög svipað og ég var með Leclerc og ég var með Sainz. Og svo Mercedes sem liðið. Já. Ákvað að gera breytingar. Já. Hendi út Sainz og sett inn Albon. Já. Hendi út Leclerc og sett inn Hamilton. Flottur. Og svo Mercedes út fyrir McLaren. Svo hætti ég við að henda Norris út. Já. Sem var rosa fínt þegar hann var á pól. Það var svipað hjá mér, sko. Ég ætlaði fyrsta setup mitt var með Mercedes sem lið en ekki McLaren. Ég endaði með McLaren sem lið og Norris. Ég breytti þessu 10 myndum fyrir tímatöku. Já. Við erum ekki segir í þessu, sko. Enda þú dast úr, sko, 7. sæti niður í 16. eða eitthvað og ég dottir niður í 9. eða eitthvað úr 15. Já. Ég líka, það var ógst að fyndi að sjá þann. Það voru einhverju aðra sem greinilega voru að lenda akkurat af því að McLaren voru bara læst hjá þeim, búin að vera með 5 keppnir. Þeir eru syngjandi alla leið bókan. Það er bara staðfest, skelfist og þinglýst, sko. Svo gerir ég með enga grein fyrir hvernig spátumskeppnin fór heldur, skilur þetta allt í abaskip. Þetta er ekki gott, sko, það er bara svo leiðis. En ekki Max að fá aftur gefabrif í AB eða, þú veist, mér veist Carlos Sainz sem möguleika að fá sjátt, en þú veist, hann hrundi samt alveg niður listan í keppninni, sko. Þú veist, hver var góður, þú veist, Antonelli var enda, þú veist, hann ræsti 17, sko, endur á velunarpalli.
Já, þú veist, Antonelli dræfi dagsins fyrir mér, sko. Já, það ekki, hann ekki á leiðinu upp í AB eða? Max búin að fara helviti Max oft upp í AB. Max ekki svona að fara fram úr Noreg, sko. Og Antonelli, hann líka stemningsmaður, sko, hann myndi fitta vel upp í AB, sko. Og hann að klára velunapalli með 5 sekundar refsingu með að halda, þú veist, Leclerc, já, nákvæmlega. Leclerc kildi stýrið þarna saman var 0,1 á eftir. Það var unaðslegt. Heyrðu, beinustu leið upp í AB með Andrea Kimi Antonelli. Já, hann að nostra við þessi dekki 48 ringi, skilur gæðin sem að við byggust við að ætti ekki að geta, sko. Ég held samt að þarna var samt ákveðið reynsluleið sem að gerast og líka bara bjóst einhvern veginn enginn við þessu, er að hann bara byrjar að pússa aðeins, þú veist, hann bara passa dekkin, svo bara sér hann, heyrðu, ok, verða að fara að pússa aðeins og gera það og bara bíllinn svarar, heyrðu, það bara fullt að gripa og hann heldur bara áfram og það hægðist aldrei á bílnum. Þú veist, þannig að hann hefði getað byrjað að pússa 10 hringum fyrr. En er það ekki svolítið lýsandi að Piastri hafa ekki til dæmis farið á eftir þá? Já. Er það ekki svolítið lýsandi fyrir það að þeir hafa samt vitað eitthvað með gólfið? Jú, sennilega. Þú veist, hann átti alveg inni að taka 1 og 1 hring, já, sko. Já, aftur, við tölum þetta, þú myndist á þetta áðan, þeir jafnvel grunuðu þetta bara á uppbytunarhring, skiluru. Það kom svolítið upp það eftir á, sko. Já. Þannig að þeir vissu að þeir væru alltaf mikið á mörkunum þetta, en það líka segir bara hversu aulaleg mistök þetta eru. Þeir eru með manni að, þú veist, ef þú hefði spurt Norris fyrir, bara, heyrðu, viltu vera með bíl sem enda bara í 7. sæti, hann verður bara lélegur, eða viltu vera bíl sem getur bara sem 1. sæti en það er 50-50 hvort hann verið dæmdur úr keppni eða ekki? Hann hefði tekið 1. sæti. Nei. Það held ég. Aha. Já. Sástu hvernig gæði kerði fyrir Max, eða? Já, heldur þú sá gæði hefur sættu við bíl sem að getur bara í 7. sæti? Já, nei, þetta porpoising náttúrulega bara kom ekki til ljós en bara taka strippið í botnið þannig morgun og það er ástæðan að fara að bæla þessu. Já, og þetta er svo marginal, allt. Þetta er bara saman með bensinni. Og aftur, þetta voru nanómetrar, sko. Já, bara saman með bensinni, skilur þú veist, þú átt ekki séns ef þú ert eitthvað að fara með mikið út eða eitthvað þannig að sko þarna no joke og þetta er eitthvað sem verkfræðingar gera fyrir keppni og allt annað. Það er faktorað inn, þú veist, líkundar á öryggisbíl og hversu langan tíma ef það kemur öryggisbíl tekur af að ná bíla af brautin. Erum við að tala um 3 hringi, við tala um 4 hringi. Þú veist, þannig að þess vegna sjá oft ökumenn og formúlin hefur svo sem alveg bara svona virði svolítið hafa gert úr því á síðustu árum að vera ekki að gera mikið af því að broadcasta þessu. Nei. En samtalið sem er í gangi okkur með einasta hring er miklu meira með lift og coast og allt þetta og líka bara, heyrðu, við getum pussað bara, við erum í Singapúr, það mun koma öryggisbíl bara öll engine bara í botn bara. Og við höfum séð, hvar var það sem við sáum? Ég man eftir þessu líka. Var einhver einn keppni sem allir enduðu bara, þetta var bara svo formúlu E-race í endan sem allir út í batterisleysi. Var það ekki hreinlega bara Ungverjaland þarna sem Vettel dæmdur út? Allir voru að tala um þetta í lokin. Út því að kom rautt flaggin ekki öryggisbíl eða eitthvað. Nei, það var samt held ég bara Vettel að reyna að sækja eitthvað sigur en ég man, það var einn keppni sem allir lendi í þessu út af því að það bara allir gerður ráð fyrir öryggisbíl og eitthvað og keppnin keyrði svo ógeðslega hratt. Var þetta ekki bara í einhverju keppni sem var gert ráð fyrir að það er keyrt hraða niður? Var þetta ekki Singapúr? Jú, ég held að þetta hafi verið Singapúr þegar að Russell krassaði á síðasta hring og Sainz vinnur. Allir gerður ráð fyrir að hraðin eru keyrðu niður. Þetta er fyrsta árið sem það er búið að breyta síkeininu í endan. Þetta er eitthvað þannig. Heyrðu, ekki alveg sónag staðreynd en vissulega staðreynd. Þetta er 8. sigur Max Verstappen í Bandaríkjunum. Hann er með 4 í Austin, 2 í Miami og 2 í Vegas. Hann er svolítið segur. Helviti segur, hann elskar Bandaríkin. Gunnar Valur spyr, þess að síðustu 2 keppnir eru að byggjast upp í eitthvað rosalegt. Tellið eitthvað líkur á því að Abu Dhabi verið 3 manna slagur? Þetta eru bara, þú veist, ég meina hvað, þú veist, við erum að tala um það að Lando Norris þarf að græða 2 stig og Piastri og Verstappen í Katar. Já, hann þarf bara að vera á undan þeim í Katar. Og það er, þú veist, ég er búin að ákveða topp 3 í Katar í spátumskeppninu á 5. sko. Þú með Norris efst, eða? Ég er alltaf spáðum sem Norris, Verstappen, Piastri. Þannig heldur að við séum að krýna heimsmeistara í Katar. Næstu helgi? Jep. Það er bara til að hata Abu Dhabi. Já. Og elska Norris. Ég er búin að komast að því á þessu sísoni. Ég er Norris maður. Sem er synd og sko, manstu þegar ég talaði það 21 og þarna mér þóttu svo leiðilegt að vera Hamilton maður sem, þú veist, þú maður á að vera neutral í stöðunni sem ég er í, skiluru og síðan leið og, þú veist, það er loksins búið ég var alltaf að tala ég get ekki beðið eftir að Hamilton bara hætti en það getur ekki neitt lengur þannig að þá fæ ég ekki einhver heit fyrir að vera Hamilton maður að þá er ég strax byrjar að vera bara Norris maður þannig að ég verð að vonast eftir að hann veri lélegur á næsta sísoni. Og elskar þess bara Breta, það sem hún segja. Ég elska Breta, það er rót að segja það.
allir þínir uppáhaldsíkarnir tíðina eru Bretar því pæli. Jim Clark, minn allra, hann skotið vissulega. En þú veist, Bretland segir, já, rétt, hann ekki englendingur. Það frábær punktur, sko. En síðan reyndar í rallinu ég frakki, sko. Þar ég ótsýður sem ekkert eðlilega skrítið. Ég basically bara held alltaf með þeim sem bestur, sko. Bara þeim sem að vinna. Já. Ég alveg, Maggi bróðir hefur gefið mér mikið heint fyrir þetta allt mitt líf, sko. Ég vel bara þann sem bestan og held með honum. En annars svo leiðilegt að horfa á íþróttina. Með okkar menn núna í enska. Ég grjótarur Arsenal-maður, sko. Bara sérðu, ég í Arsenal-litunum hérna, sko. Þetta bara rosalegt. Já, þú segir nokkuð. En ég elska að það er ekki búið að koma spurningum þetta. Hvað? Bara hver verður meistari? Já, svona, Gunnar Valur teknilega, nei, hann er að spyrja hvort það verður 3-way title fight. Og ég skal spyrja þig, bara hver verður meistari? Ég fyrir að fylla vatni bara með það. Þetta er, þú veist, er Piastri í þessu samtalið? Nei. Bara ekki neitt, sko. Bara alls ekki. En samt ættu að fara, þú veist, hann var mjög góður, hann er alltaf verið góður í Katar, menn hann standur upp ráspólinn hann áður en að landa Norris ráspól. Já, býtum, var það ekki, vinnur hann síðan ekki sprettin hann, eða var hann sprett pól eða eitthvað? Þurfti hann ekki að... Ég man ekki. Hann vann sprettin, hann vann sprettkefna sem er fyrsti sigur þessa liðs. Já. Og svo tekur hann ráspól fyrir keppnina, en hann tók ekki held ég sprettaráspólinn. Norris tók held ég sprettaráspólinn, en Piastri tók alvörupólinn, út af því að Norris gerði mistök í loka beigjunni að fara að taka fyrsta pólinn sinn. Rétt. En Piastri 23 eða ekki. Ég heiti bara fyrsta sísoni hjá Piastri. Já, 23. Þetta er þegar bara fyrstu merkin að McLaren sé fyrir hann að geta eitthvað. Já. Og svo kom maður inn í 24 og fer hann tilbaka hann og svo kemur fyrsta sigurinn í Miami. Sem að Piastri, by the way, ef ég maður rétt átti að vinna maður það ekki. Nei, maður Max samt að vinna. Var það Max sem átti að vinna og Norris heppinn út úr ríkspilnum? Já, það er annað sem ég er að hugsa allavega, Piastri er góður í Katar og þetta uppskriftin á brautinni hendar honum. En, þú veist, hann er bara búinn. Já, en vissulega er sann svo ógeðslega fyndið að tala um það, því að þú horfir á eiginlega allt sem búið að ganga á núna upp á síkastið, þá er hann, þú veist, meira fórnarlamb heldur en að eigin dæmi, en út af því held ég er hausinn farinn. Ég held hann bara líka, og ég er ekki að mótmála því nefnilega. Og við töluðum svolítið þetta bara off-air helgina, að Mark Webber er sennilega ekkert að hjálpa honum þarna, sko. Ég held að hafa Mark Webber... Vinnur þá ekki Max þetta akkurat af þeirri ástæðu að Piastri verið betri í Katar og svo mæta bæði Piastri og Norris þá 10 stigum undan eða eitthvað og þeir vera bara í fucking panik að berjast ykkur annan og Max vinnur. Þannig að Katar fer Max, Piastri, Norris. Nei, Piastri, Max, Norris. Já, en þá græðir Max bara 3 stig á Norris. Það er ekki nóg. Ok, eða þá Norris þetta út eitthvað, ég veit það ekki, já. Þú veist, Norris, hann verður að klára þetta. Og ég held að hann klára þetta. Hann er saman með Piastri og Max báða þarna, vitandi það að þeir verða. Bara hvernig ég langar bara að look it up, sko. Það meina eina breytingin, ég hugsa að það séu jafn mikla líkur á Norris titli og voru. Eina breytingin er bara að það búið að lækka á Max. Max er auðvitað komin undir, Max hlýtur að komin undir Piastri því að meira sé bara ef þú horfir á það, ef að McLaren er fínn að báðum brautunum. Ok, hvernig myndir þú stöðleita bara núna? Og svo getum við farið yfir hvernig Epic er að stöðleita. Ef ég var að stöðleita, þá var ég með Norris undir 2, alveg klárlega. Ok, hvað, 1,5 eða eitthvað, 1,8? Hann er með 24 stiga fórskot, sko. Þá dugar hann að vera í 3. sæti í báðum keppnum, sko. Bara basically að klára. Út að ég held að McLarenin verði besti bílinn á báðum þessum brautum, sko, þannig að hann þarf bara að burra með. Nei, verður ekki bara Red Bullin bestur í Abu? Í Abu mögulega, ekki Katar. Nei, en þar held ég að við munum sjá líka eitthvað að skeppnu í Max. Já, en ok. Með engu að tapa aftur. Hvað setur á Landó í stuður? Ég held að þú varst að negla það einhvers þar á milli 1,5, 1,8, þannig að þú veist 1,6. Og hvar setur Max? 3,5. 3,5 og Piastri þá. Myndur þú setja Piastri það sama á Max? Nei, 4.
Setur hann í 4. Og ástæðan fyrir því ekki að mér þykir endilega hann eitthvað eiga minni séns og heldur Max, heldur bara það að Piastri þarf að vinna báða keppnina sem er eftir og hann hefur ekki verið á velunapall í 6 keppnir í röð. Og ef að Piastri vinnur báða keppnina sem er eftir þá segir okkur að McLaren verður ógeðslega góður þar og þá er Norris í góðum málum sko. Þannig að þú veist, þess vegna segir meiri líkur á því að ef að Norris verður ekki meistari að það verði Max út af því að það er það meira bílsfaktor. Já, ég myndi meira svo örgulega að setja Piastri alveg í 3,54 ég myndi 5. Ég skal segja það stölnana svona nokkuð nálægt þessu Lando Norris er alveg 1,28 hann er svona rosalega hann er með 24 stíðan veit það, en þú veist við vorum að horfa 25 stíða sving rétt Max Verstappen með 4 þannig að alveg herra hvað varst þú með 3,5 já, þannig að það er ekki Óskar Piastri hann kom í 8 20? Já, hann er komin bara þangað. En það er út af það sem ég er að segja að þú veist... Og ég myndi ekki... Jú, ég myndi setja hann að... Nei, ég myndi ekki setja hann. Ég held að hann verði ekki meistari, skilur við. Nei, þú veist, hann er búinn. Fyrir mér er þetta bara Norris á móti Max, sko. En ég meina, ég veit ekki hversu oft... hversu oft eru búin að segja eitthvað svona í sumar líka bara? Já, bara, ég man alltaf mest eftir þessu þegar ég fer til Thomas Stendos á X-inu. Ég hef bara gert það, þú veist, kannski 5-6 sinnum. Og þú veist, þar er ég búin að segja allir þessi 3 séu búnir, sko. Bara á mismunandi tímum, skilur bara, Max, bara, ég staðfesti það hjá honum, bara Max verður ekki það sem að Piastri þarf að gera í raun og veru, það besta sem kemur fyrir Piastri á sunnudaginn næsta er að Norris í og Pól og Max í annar. Já. Því að þá er séns að þau tæk hvernig hann út og það er sénsen hans til þess að verða meistari. Já, en ég minna, hann þarf bara að byrja á að vera allavega í topp 3, sko. Það er að segja í tímatökum hann þarf ekkert einu svona að byrja á því hann þarf bara fucking vinna allt sem eftir er og telja svo en það er mirakulous hvernig hrunið er búið að vera hjá honum og til að, eins og segið, þú veist, það verður þetta hrun og til hann kemur inn á þetta slöppkabla tímabilsins ofan á það, þá kemur þetta McLaren-stöf og allt þetta og svo til þess að toppa að þá falla dómar og annars líkt gegnurum þannig að þú veist maður skilur alveg að gæinn bara hausinn sé bara komin í bara það er allir vondu mig það er bara þetta er galið dæmi og svo með Mark Webber á öxlinni það er ekki að fara að hjálpa í þessari stöðu sko. Nei, ég held nefnilega og við töluðum þetta já, eins og ég sagði að ég held að Mark Webber í þessari stöðu mitt út að Mark er bara að dæla í honum að það sé alltaf mót honum og þú veist ég held að það sé bara ekkert að hjálpa sko. Bara ekki neitt bara út að Mark náttúrulega þekkir ekkert annað heldur en að heimurinn sé á mótónum bara hann hefur verið með heiminn á herðum sér bara frá því að hann var táningur hann meðan hann vantar eitthvað svona hann vantar bara Vettel hérna núna já, 2010 Vettel bara að segja hann bara já, ég meina ef þú bara ferð inn í Abu Dhabi og þú ert ennþá í sénsnum og þá er þetta allt opið upp og áfram bara förum að kíkja á bíflöðurnar og bara löðrandi léttir maður og ekki skellinu bjóra gamla og bara tökum nokkar chill pills Þú veist, það er nákvæmlega það sem hann þarf, frekar en að vera með einn brjálaðan ástralaðan, sko. Já, enda þú veist, það er bara ástrala mega sinns mér ekki verða heimsmeistari í Formule 1 og það er breski bæjarsinn, þú veist, þetta eru útlagar fyrir þeim. Það er bara svona leis, þetta eru fangar fyrir þeim, sjáðan. Tölum þá Ferrari sem er í 4. sæti heimsmeistaramótsins og stefnir bara allt í að þeir verði þar, þú veist. Í síðasta þætti var ég vissum að þeir myndu nú allavega ná Red Bull. Hvað Red Bull skora 25 og Ferrari, 4. sæti er 12 pluss 8. sem eru 4. Já, þetta er náttúrulega bættist alveg slatta með McLaren DNF-unum, en þetta leit út eins og 7. og 10. Já, Leclerc kemur 7. yfir línuna og það næri ekki Antonelli þó hann sem er refsingu. Galið dæmi. Og heyrður bara talstöðaskilabóðin hjá Hamilton eftir keppni. Og líka bara í mediapenninu. Og viðtali við BBC og þetta, sko. Já, þú veist, þegar hann basically, í viðtali segir hann bara að þetta tímabúl að vera hræðilegt, þessi keppni var hræðileg, og í fyrsta skipti sagði hann að honum hlakkar ekki til næstans. Já. Hann er bara algjörlega brotin. Enda bara velkomin til Ferrari, vinnur. Það er bara svoleiðis. Gísli Felix spyr líka sveitastrákurinn síðastur í kvóli, fyrsta skipti fyrir Ferrari ökumann síðan 2009 skilst mér, heyrðu, það er rétt. Það er önnu geggju sónakstaðarind. Og út að ég elska góð nöfn í sónakstaðarindunum, það er Giancarlo Fisichella í Abu Dhabi árið 2009 á Ferrari. Það er í síðasta skipti sem að... Þú tókst þetta í útsettingu? Rétt. Það er í síðasta skipti sem að Ferrari hefur verið síðastur í tímatökur bara á hraða. Maður hefði haldið að þetta væri Luca Bedoer sama ár, en Fisichella ákvað að toppa þetta líka í Abu Dhabi í lokakeppninni. Hefur ekki gaman að hvað var það ekki Button sem að fór nú eitthvað að dissa John Elkann helgina? Jú, það var svo gott putback, sko, bara... hvað, bara láttu, nei, býtu hvernig orðaði Button þetta? Bara settu 7-falda heimsmeistarinn í bílinn
og Ferrari for Life gulldrengin og segja þeim svo að þeir séu vandamálið. Já. Og svo getur við bara hort á allt sem er búið að hræra í öðru og þetta er auðvitað aukumyndi núna. Það var Binotto sem var vandamálið og undan honum bara mann ekki valla hvað heita. Arriva Bene var hann beint og undan Binotto? Nei, var ekki eitthvað á milli? Nei, jú, Arriva Bene og það var eitt síðan á milli hans og hann að Luca di Montezemolo eða hvað sem hann heitir. Montezemolo, sem núna gæðin sem tekur í hendina á öllum krökkunum. Nei, það Stefano Domenicali. Það Domenicali, já. Hann var þá fyrir það. Eða var hann aldrei liðstjóri? Domenicali tekur við, jú, hann var liðstjóri. Tekur hann bara við af Tott þá bara? Nei, Luca di Montezemolo. Luca di Montezemolo. Er ekki Luca di Montezemolo? Eitthvað svo leiðis, þetta ítalst og Luca di hugulega. Montezemolo. En jú, Ferrari eru góður að benda fingurum, sko, en eru líkurnar að Olli taki við mitt næsta tímabil ekki bara stóra aukast við þetta? Nei, ég held að þú setur ekki 7-faldar heimsmeistar í bílinn og hann hætti á miðju tímabili. Nei, ég held að það geti gæst nefnitt ef að Hamilton hættir. Þú veist, hann taki bara Niki Lauda og lappar bara í burtu. Nei, hann myndi aldrei gera það. Ekki? Nei, það er stórt hitt og ego hans. Já. Hann myndi það bara, en þú veist Mér finnst miklu líklega ef þetta verður bara fjórði lélegasti bíllinn eða verri þá veit það núna. Nei. Jú, heldur þessir ökumenn heldur að leki ekki á milli þeirra hvernig þeim gengur í hermum og annað slíkt. Ekki miða við heldur það? Já. Að ökumenn og liðsmenn núna viti cirka hvernig goggunaröðin verða næsta ári? Já. Ok. Eða þú veist, ekki endla á næsta ári heldur bara hvað þeir standa núna með við simulation. Já, en það er þá bara innbyrðið sem á sér, þú veist. Já, en þú veist, það eru tímar í hermi á brautum og annað slíkt. Já, já. Já, það er miklu meira að fara á milli heldur allavega. Já. Ætlar að segja mér og heldur að Hamilton sé ekki með neitt innanbúðamann hjá Mercedes sem að myndi deilaði með honum. Jú, en þú veist, ef það væri svo augljóst að þá myndi slúðurpressan vita meira af því, sko. Það er alltaf að fara að gerast. En það er alltaf komið út vel fyrir tímabilið. Já. Og yfirleitt stenst það. Já, mikið af því, sko. Þetta er nú, þú veist, þetta er yfirleitt það mikið magna af rusli, sko. Það er alltaf að finna eitthvað sér rétt, sko. Man ekki eftir að sé að Sáber væri velunapallsefni á þessu tímabili. Rétt. Það glemtist að setja það heillúðrið. En svona, þú veist, öllu grínisleftið, þú veist, algjörlega. En þá finnst mér miklu líklega að hann labbi í vetur og ef að þetta er að gerast núna. En veistu hvað, ég held að máli... Hann vill alltaf sjá hann á bílum næsta ári, sko. Ég held að máli sé bara með Hamilton. Og það er ekki bara núna. Ég bara horfi á árun undan hann slíkt. Hann er orðinn gamall maður. Hann er alveg, þú veist, hann er háaldraður. Þetta er bara fucking langt tímabil. Já. Og það að hann sé deflated, þú veist, þetta er svona, Hamilton núna er svona svipaður ég eftir mínúta Mika Músjónu, sem ég langaði bara heima svo. Þetta var komið gott, sko. En svo voru bara 12 mínútur eftir. Já. Og það er bara brekkan sem er fyrir framan Hamilton með þessa myndir, sko. Bara hugsaði þessu út í það. Bara, þetta er alltaf þetta leyti. Í fyrra var hann hann náði sem pínu kompakið. Já, út af því að hann maður peppaði fyrir að fara til Ferrari. Já, basically, hann sá svona fyrir undan því, þá var hann alveg deflated þetta leyti og talaði bara að þetta væri ekki, þú veist, þetta væri ekki bílinn, þetta væri bara hann og eitthvað, þú veist, bara alls konar. Þannig að ég held að það spila alveg inn í og þú veist, hann veit hann er ekki fyrir að vinna Katar eða Abu Dhabi, bara sama hvað. Já, og hann veit held ég líka bara hann sé ekki einu svona að fara velunapallið. Nei, þannig að þarna held ég að þetta var bara síðasta keppnin á tímabilinu sem hann hlakkaði til að fara í. Já. Svo bara Katar og Abu Dhabi eftir. Já. Hann hatar örugglega Abu Dhabi á hvernig ástöðu. Já. Katar er bara eitthvað ógeðslega heitt og viðbjóður og ógeðslega mikil áreynsla, skilurðu. Já, bara það er engin stemming og þú deyrð. Já, og hann er á bíl sem á ekki séns þar, sko. Jeps. Það er bara, þú veist, ef hann gæti þá væri hann mjög mikið til að geta hringt sig inn veikan bara. Já. Það er bara þannig. Þannig að ég held að þetta sé meira máli. Þetta er bara hann... Bara... Að bara
bugaður. Opna sig hvernig honum líður þar og þá, sko. Já, það bara þannig. Williams, þeir nánast gulltryggðu 5. sætið núna helgina, ekkert nánast þeir. Ég ætla að fara svo langt að segja þeir gulltryggðu það. Já, með þessu double DNF DSQ á McLaren og það hvað Sainz fór mörg stig fyrir vikið. Já, fer upp í 5. sætið, sko. Að eins og segja, hann ræsi 3. en hrundi niður í 7. sætið, sko. Þá, þetta voru ekkert allt stórnöfn að fara fram úr honum, en svona, jú, vissulega þetta ekki bara... Það heldur stutt á milli Albon og Sainz. Já, í stigum. Já, þú veist, þetta var Albon enda fyrir ofan hann ennþá Já, þú veist, lengst framanna var Albon með þessi 73 stig og Sainz var með 16 Já, þú veist, þessi 3. sæti í bakvönd tvöfaldaði stíðin, já, þetta var alltaf 73-16 síðan þá hefur Albon bara ekki skorað neitt og Sainz búin að skora helling Sainz er núna komið 51 stig Þetta er núna 73-51, þetta er bara respectable núna millið þeirra, sem við tölum í sumar bara að Sainz væri búinn, sko. Þannig að, jú, þeir Williams eru þarna með 121 stig, Racing Bull í 7. eru með 90, þannig að þetta eru 31 stig í þessum slag með 2 keppnir eftir, það er aldrei að fara að gefast. Já. Þú veist, Racing Bull er ekki að fara að enda á velunapall í 2 keppnum í röð, sko. Nei, þetta er búið. Og í raun og veru held ég að Racing Bull á móti Haas líka búið, sko. Já, tölum við það á eftir. Tómas Guðmundsson spyr hvernig það Sainz að tapa svona mörgum sætum í keppninni. Þetta er nema að horfa á þetta voru bara hraðari bílar að fara fram úr honum. Þú veist, þetta var ekki, Hatjar fór ekki fram úr honum, skilurðu. Eitt sem við tölum ekki með Leclerc og ástæðan fyrir Leclerc, actually, það endaði á að virka fyrir hann. Hamilton fór inn í keppnina til að vinna sig upp með Monza afturvæng. Leclerc á með bakhúsbekk. Já, ok, þannig aðeins meiri væng. Aðeins meiri væng. Og það var ástæðan fyrir hvað Leclerc gætt hangið í þeim í gegnum 12. beygina. Fengið DRS-ið svona nálægt og verið á gjöfinu. En komst aldrei fram úr hann inni, viti. En meira að segja Hamilton með hennar Monza-væng. Menn, Leclerc var búin að fara fram úr... Já, þú veist, Leclerc komst betur fram úr ökumönnum hendur en Hamilton. Já, ég er að segja, en það actually enda á að spilast upp í hendunar á honum að geta verið svona nálægt. Því þá var hann... Þetta er bara í gegnum 9. og 10. Þannig hárhraða löngu. Hann gat verið nægilega nálægt til þess að geta breyka DRS-lest pælingar, sko. Akkurat. Þó hann var ekki alveg með magnaðan endana. Herru, við þurfum náttúrulega að tala líka Albon þarna. Hann náttúrulega bombar aftan á afturdekkið á Hamilton bara á beinakaflanum, bara eins og auðli. Bara alveg eins og Hamilton gerði í Brasilíu. Bara, það er eins og þessi menn hafa aldrei keyrt þessa bíla á og veit ekki hversu stóri þeir eru. Þeir stækka, já, vissulega. Gott að blessa, heyrðu, brotinn framvangur, hann fer inn í pit. Færði í dekk. Skiptum dekk. Front wing! Já, og hann er með hendin út úr bílnum að benda, skiptið framvæng. Hvað er fokkanum að gera? Nei, bara Þetta er svona pari við, þú veist, þegar maður hefur heyrt þess að sögur úr rallinu það sem er búið að æfa sér svo mikið að skipta dekk að þeir hlaupa út og skifta vitlaust dekk. Já, skiptum dekki sem þeir æfðu sig. Já, þeir voru alltaf að æfa hægra framann, svo sprakk vinstra aftan, sko, en þeir skiptum hægra framann, sko. En af hverju, ég fatta samt ekki af hverju Albon býður ekki, þú veist, hann veit að stoppi kosta 20 sek. Hann er bara prógramar á sama hátt. Já. Það er bara Leclerc sem ég man eftir að hafa beðið hérna í trúakeppni í Brasilíu. Já, vissulega. Bara didn't you say new soft? Og bara... Soft. Bara nei, ég býð það bara hérna þá getur ég gefið mig dekk. En holy shit, hvað þetta var blöðurlegt. Kom svo ekki raukt flaggrétt og eftir í Jú, þetta var náttúrulega hápunktur trúðalegt. Þetta var unaðslegt. Ég get ekki horta á þetta vídeónum að heyra bara lægið. Þetta er unaðslegt. En já, Albon og þetta er náttúrulega ástæða fyrir þeir enda á að bara púla nút, að þeir voru komnir hérna bara hálfum hringa á eftir, bara búin að stoppa tvisvar. Þetta síðan náttúrulega er stoppið hægt, seinna stoppið að skipta framvænginn, skilur. Hann er komin bara hringa á eftir. Já, var hann ekki líka komin með refsingu fyrir þetta? Þannig að hann fyrir út, tekur út refsinguna og fer svo aftur inn. Jú. Ekki 5 sekúndur refsingu? Þannig að hann er þá stopp, þú veist, í 30 sekúndur eða eitthvað í bóksinu, sko. Þetta var bara galið. Það er eitthvað sem ég langar að tala aðeins líka. Hvernig eru dómarar í formúluna nálgast hluti? Ég veit endur ekki hvort það var eitthvað samtal fyrir þessa helgi. En, þú veist, er Bortoletto ekki að fara í næstu keppni með refsingu? Er ekki hægt að finna skjöl? Þú veist, ef Bortoletto fer ekki refsingu þarna, fyrir að fara í keiluinn í fyrstu beygju, sko. Þú veist, Lawson tekur næst í út Piastri. Já. Þú veist, hann er gjörsamlega stjórnlaus og bombarinn hliðina á hann. Og það var samt, sko, skárra heldur Bortoletto. Lawson fekk ekki refsingu sem er þvæla, en þú veist, jú, fyrstu beygja dæmi eitthvað, maður veit allavega að það stendur eitthvað stærri reglum. En Bortoletto var bara viðbjóður, sko, enda hann fór beint upp til Aston Martin að segja sorry, sko. Þetta er náttúrulega núna Bortoletto búin að detta út á fyrsta hring 2 keppnir í röð
Og í bæði skiptin var það samstöð við Stroll. Já. Það sturlu staðrend, sko, Strollar, en við erum alltaf að representa hann hérna með derhúfa borðinu. Reprimentið hans Albon, sem var 3. fyrir tímabilið, það var alltaf punktur. Já, þeir mega ekki Vá, ég vissi þetta ekki. Vissur að þú mátt ekki fara yfir pitlinn hraðan áður en komið fram hjá pólunum á uppbytunarhring. Nei, ég vissi það ekki. Ja, það var það sem Albon gerði. Ég hef aldrei heyrt það. Á uppbytunarhring. Bara þegar þú tekur börnótið að stað á uppbytunarhring. Það verður að vera á pitlimeternum þá getur þú ferð yfir línuna. Já. Ég hafði ekki hugmynd. Aldrei heyrt það. Hann sem fór upp í 92 km. Þess vegna fara bara að rekka það. Það eitthvað steikt regla. Aldrei heyrt það. Af hverju, já. Og ef það bílstopp eða eitthvað þannig. Þetta unaðslegt. En finnur eitthvað með Gabriel okkar allar besta mann? Manstu nú með hvað? Já. Jú, Bortoleto received a 5-place grid drop for the next race. Það hlaut að vera. Heyrðu, annað sem augljóst, það okkar allar besta fólk upp í Kölska. Þeir eru með pötun á púlsinum. Byrju, ég að skoða núna hérna Lawson, þetta ekki. Já. Já, ok, það semst að vera ástæðan fyrir því að Lawson far ekki refsingu út af því að hann gerði þetta til að keyra ekki á Russell. Já, að það Nei, byrju, hlusta þess á þetta. Ég að koma hratt inn í beina, þannig ég sleppi að klessa á þig. Og klessa á þig í staðinn. Þá þetta alltaf leið. Þá þetta alltaf leið, sko. Þannig ef hann hefði klessa á Russell, þá það refsing. Eigum við ekki að tala um þetta British Bias? Herðu, beinustu leið álpappisatinn, maður. Það bókslega að segja þetta. Vissulega að segja að bíl 63 hafi locked up to avoid collision with car 55, en þú veist, hann var samt bara í línu. Já, ég bara get ekki dómara í formúlu lengur, sko. Nei, þú veist, ok, no harm, no foul, þú veist, Piastri tapaði 2 sætum með eitthvað og Lawson var ekki eitt af þeim, ef maður rétt. Já, þú veist, heldur það dæmda að Piastri hefði dótt út? 100%. Þannig bara hefur þeir þurft að gera, sem svo mikil þvæla. Nei, ég meina, eigum við eitthvað að ræða það að þarna, hann tíbónar hann, gæjan sem að fekk refsingu í síðustu keppni. Þetta var dekk í dekk. Þetta gæjan sem fekk refsingu í síðustu keppni fyrir það að vera að bakka út úr múfi út af því að gæja með hliðan á hann og gera það ekki og beigir inn í hann. Já, meðan hann upp á kanti að reyna bara allt sem hann getur til að bara Antonelli gefur hann mikið pláss til að vera á brautinni. Þannig að hann að avoida a collision. Þannig kemur bara maður eins og fljúandi skítakammer inn í hliðin á hann. Vissulega í fyrstu beig, en þetta nefnilega fljúandi skítakammer. Ef það hefur verið eins atvik í fyrstu beig í Brasilíu og Piastri gerði, þú veist, þá hef ég líka sagt að það var ekki verið að refsing. Það verið eins atvik hér, meina ég, skilur við. En gæin stjórnlaus. Hann bombar inn í hliðina á hann. Hefði hann farið satt, með hægra framdekki inn í sætpotið á Piastri? Það verið bílinn hans ónýtur. Piastri hefði dottið út. 100%. Við höfum bara séð bara inn í vaskassan á bílnum, skilur við. En út af þetta bara felga í felga, þá sleppur þetta, skilur við. Já, en aftur, Piastri tapar samt hvað 2 Já, hann græður allavega ekkert á þessu, skilur við. Og en talandi það, McLaren sögðu í þarna afsökuninni sinni að báðir bílarnir hefði verið með eitthvað damage. Norris lenti ekki reyndi snertingu. Jú, en ég man eftir þessu í statementinu þeirra. Hvað töluður um? Þeir töluðum ekki neitt meira. Ég held að þetta hefði bara verið til að áfram. Þetta var ekki viljandi og báðir bílarnir voru með damage. Ég held að það bara reyna að telja. Ég hugsa þar við erum góði kallar. Ég hugsa þar sem meira verið að reyna að fylgja eftir einhverju svona hvítri líi sem reynt í prótestinu á dæminu. Já, það getur verið. En ég ætla að tala um Kölska því að þetta mikilvægt sko. Ef að þú hlustandi góður ert að hlusta á þetta núna á þriðjudegi eða miðvikudegi, þá getur ennþá raurað upp í Kölska og pantaðin sér sem jakkaföt fyrir jólin því að deadline er sérst 27. sem er þá miðvikudagur, er það ekki? Miðvikudagurinn núna. Eftir það er ekki hægt að panta jakkaföt sem verða ekki tilbúin fyrir jól. Þannig að þetta no-brainer að skella sér, vera sjálfur krútlegur, henda sér í 3-piece fyrir jólinn maður og svo náttúrulega líka það er svo þægileg jólagjöf að gefa gjafabréf í Kölska. Já, eða bara, eða bara einhverja töff peysur eða þú veist, búður þeirra er smekkfull núna af stöffi, sko. Já, og líka bara svo mikið á svona eigulegu stöffi.
sem mann langar í þar, sko. Já, og þú veist, bara sixpensarar og skór og dót, bara eitthvað svona sem þú þarft ekki endilega að vera með stærðir og dót, sko, bara hérna og glerugu og úr og allur pakkin, það allt upp í kölska, þannig að gera að skella sem þangað. Racing Bull fengum engar spurningar það eins og ég segi, það voru bara alla spurningarnar að klara. Var ekki Racing Bull einu sinni ennsamt svona ekki að hafa trú á sér einhvern veginn, þannig að strategían endaði að vera eitthvað svona búið með? Já. Er það ekki? Haas fannst mér að vera svipaðir. Þú veist, pældi í því að McLaren bara tekið Piastri til mig sinn, bara eins og Antonelli. Já. Eftir hann að krassið. Jep. Þú veist, vissulega hefði Antonelli endað í fökki eða komið út annar öryggsbíl eða komið full öryggsbíl en ef Piastri hefði bara verið á sömu strategi og Antonelli þá hefði hann bara verið að berast fyrsta sendið undir lokin. Pældu svona því þegar seinni VSC kom hann út af Albon-krassinu það ekki, þegar vangurinn var inn á brautinni. Jú, það þurfti að sækja vanginn. Hérna, pældi ég að það komið full öryggisbíl þá. Það of snemma alltaf fólk verið að svara Antonelli. Já. Hann hefði bara endað back of the pack. Þá var þetta kannski hefði aldrei virkað. Því þá hefði hann verið í dirty air allan tíma. Þá hefði hann verið bara lest, sko. Mögulega. Sikka var óþægild þarna þegar þeir eru að koma eftir fyrsta ringin og það ennþá fullt af fólki út af. Já, guð minn almáttur. Pældu bara breakfailure á Verstappen hann hefði bara farið í keilu, hann hefði drepið svona 3-4 manneskur. Jep. Eða bara borta lett og ennþá verið í kemni. Já, nákvæmlega. Löðrandi léttur. Það eins og það en jú, Hadjar nær hann að geggju í 7. sæti. Lawson náttúrulega þarna bara hringað eftir í 14. sem var næst síðasta sæti basically, það kom bara 15 bílar í mark 17 on the day og svo 2 dæmdur út. Já, og líka bara vel gert náttúrulega Hadjar að þú veist, þú ert búin að reyna að minna með alltaf að hann geti ekki til rigningu. Já. En þú veist, ég er alltaf búin að segja, þú veist, þú ert að taka farlega dæmi því að já, klúðrið í Ástralíu var 1, sko. En ég minna hann tapaði fyrir Lawson í tímatökum. Nei, Hadjar var 8, nema 70 og Lawson var 8, ekki? Eða var þetta öfugt? Þetta var öfugt, ég skrifaði þetta vitlaust, sorry með mig, að hann tapaði fyrir honum út af hann lélegur rigningu. Hvernig endaði Lawson 14. aftur? Já, hann kerir á Piastri. Hann kerir á Piastri. Hann fær damage allir framvangurinn í spað og allt og endar bara síðastur með bara alpínunum. En samt, sko, bara punkturinn minn að þú veist, þeir eru ennþá, hann Já, þetta ekki ekki. Og þetta 7. sæti það sem við varst að tala um áðan. Racing Bull núna með 90 stig eru með 17 stig á forskot og Haas. Þannig að það komið í þessum slæm. Sko. Eitt sem er langar að fara tilbaka í, já, og Aston Martin líka. Bæðilegin þarna. Já, Aston Martin náttúrulega niður í 8. Sko. Já, en hérna eitt sem langar að koma inn á var þetta Ferrari. Leclerc talaði með eftir keppnina að bara veikleiki Ferraris væri bara bleita. Hann bara gæti ekki rigningu. Já, það svoleiðis. En það passar líka við það að þeir eru báðir búin að tala um að þetta er allt og mikil svona drama queen þessi bíl, hann er allt og twitching og leiðilegur, þá náttúrulega íkist það bara milljónfalt í rigningu, sko. Yep. Já, og helsti kosti Ferraris hefur verið hvernig hraður út úr hægum beigjum og dót og þá náttúrulega þarf það að vera með fullt grip til að geta gert það. Ég segi það, að þá bara leið og aftur undir norðin eitthvað twitching að þú getur bara glemt pælingunni, sko. En Haas eru komnir upp í 7. sæti heimsmeistaramótsins með 73 stig, skora náttúrulega eru með double points tæknilega eftir samt bara mjög boring og bara léleg keppni á þeim þannig séð. Já, en okkon á undan Berman í fyrst skipti langan tíma. Já, í þess að bæði tímatökum og keppni. En samt ætla ég alltaf áfram að segja að Berman er bara að loka sér tímabili snildalega, sko. Algjörlega. Það er ekkert að því að tapa einu sinni fyrir okkon, sko. Nei, og Berman náttúrulega núna mun klára tímabilið á undan okkon í stigum. Okkon náttúrulega var á undan allt tímabilið. Eitt sem er ógeðslega áhugavert núna, minnast tværkeppni talandi rúkja, er að þú veist Katar, það er engið að kert Katar. En svo fyrir Abu Dhabi og þeir taka allir rúkitesti þar og eru allir búin að keppa þar í Formúlu 2 og annars slíkt. Þess að Antonelli Russell, skilur við, Antonelli, síðan að hann fór að fíla bílinn aftur, þá eru við bara búin að kera braut sem hann þekkir ekki. Já. En höfum við samt einhvern tímann séð það eitthvað sem eitthvað þeng? Ég held að það sé bara svolítið búið í nútíma Formúlu. Það skiptir nei, sko, út af því hann er búin að keyra Formúlu 1 bílar. Já. Þú ert bara fljótari inn í prógramið þitt. Já. Mögulega, en þú veist, já, ég er spenntur að sjá það eins og þú, en ég held að við munum ekki sjá neitt mun. Já, þú veist, við erum samt að tala um að fyrsti ráspóll Antonelli, eða fyrsta skipt sem hann toppaði session voru sprett tímatökur í Miami, sko. Já, og svo bara Kanada og eitthvað, þú veist, Formúlu 2 var aldrei í Kanada og eitthvað. Nei, af hverju er Kanada? Það var geggju Formúlu 2. Já, það var í stjórnlega, það er bara kostnaðarsamt og eitthvað, en þú veist, þess vegna, þú veist, ég held að þetta sé bara old fashioned að hugsa svona, þú veist, ég held í nútíma Formúlu. Nei, þið líður betur, þú veist, þetta er ekki eitthvað spurningum og sért eitthvað off. Ég er bara að segja, það verður áhugavert að sjá. Já. Hvort það bara til þess að rúkki er bara að vinni allir. Við skulum vona þá bara, reynum að muna að taka þessa umræðu og þá getum við séð hvort það er. Nei, ekki neitt, sko. Það er við þá. Jú, við þurfum að punta svona í áhuga þegar gæti gert það áhugavert.
Já, það enda rétt. Eina sem getur verið gaman í Abu Dhabi að pæla í ykkur svona, hvaða nýliðar að vinna liðsfélag. Abu Dhabi að fara að vera ykkur episkasta keppni ever. Já, það ekki segja það upp átt. Já, eru að taka upp? Já, ég kötti þetta út. Erum við ekki örugglega að taka upp? Ég alltaf lent í miðjum daginn hana. Já, það þess vegna, þú veist, fyrir pervertana sem að horfa, þeir sjá reglulega, ég horfi bæði á myndavél og þetta, bara doppeltsekka hvort það sé ekki rautt ljós á öllu drastlinu, sko. Jú, Haas þarna upp í 7. sæti, Aston Martin búið að falla niður í 8. sæti, en það ekkert að frétta með helgina. Hvenær skoruðu Aston Martin síðast bara stig? Það ekki bara Ungverjaland fyrir sumafrí. Þetta bara mesta hrun bara yfir. Það voru 10. sæti í Texas. Wow. Heyrðu, ein spurning á kreinarinn. Hvað heldur þú að Lance Stroll, sem bara komin á topp 10 yfir reynslumestu ökumenn í formúlinu, búin að eiga langan feril, hversu oft heldur að þessi geit hafi dottið út á fyrsta hring á ferlinu? Ertu líka að telja með þar eins og Brasilíu í fyrra? Ég reyndar veit ekki hvort að það sé inn í stampinu. Það var alltaf að tvisvar þá. Já, þú veist, jú, gerum ráð fyrir því bara. Þú veist, út af því að hann chaotic driver, ég held að þessi svona til að putta maðurli, sko. Oft sem að hann lendir í því að hann tekin út. Já, þetta ekkert endilega alltaf honum að kenna, sko. En þetta líka, þú veist, hvenær byrjar hann að keppa? 2018 eða 19 eða eitthvað, hann búin að vera helviti lengi. Nei, fyrr. Já, hann bara hann á 16-17. Hann kemur inn fyrir Massa hjá Williams, eða ekki? Eða komur inn fyrir Bottas. Komur inn fyrir Bottas 2017. Já. Hann gerir gamla Williams, hann örugglega sagt. Hann ekki flókið að tjekka á þessu, ég með Wikipedia opið hérna. Ég ætla að gíska á 17. Hvenær var hann í 3. sæti Bakú? Annarkvort 17 eða 18, það fyrsta árið hans, bara man ekki hvort. Það pottið ekki 16, út af því að þá Bottas náttúrulega ennþá hjá Williams. Já. Hann kemur bara inn fyrir. Þetta 17, ég held að hann byrja 17. Já. En en hvað heldur hann hefur oft dottið út á fyrsta hring? Það var mín spurning. 2017 Ástralía fyrsta. Já, nákvæmlega, þannig þetta helviti margar keppnir. Já, við erum að tala þetta þá 230 keppnir. Þeir voru Russell og Norris og allir voru að fara í 150 helginu núna. Og þeir byrja hvað? 150? Já, 150. keppni Norris var helginu og Russell. Byrjaði Norris 16 þá? Nei, Norris byrjaði. Nei, hann byrjar 19 eða eitthvað. Já, þetta eru 20 keppnir. Já, þú veist, þannig að hann með 170 keppnir þá eða eitthvað. Meira, ábygglega 200. Hátt í 200. Ég held að hann sem 2 sísónum meira. Ég var að segja það hérna bara. Byrjar Norris ekki 191 keppni, 187 stört. 100, já, af þessum störtum, hversu oft hefur hann dottið út af fyrsta hring? Ég ætla að giska á að það sé örugglega nálgast 30. 5 sinnum. Hæ? Þess vegna ákvað ég hafa þetta í spurningaförm og ég var strax að hugsa það saman. Þá er ekki þetta fyrir keppna. Ok, þá er það 6 sinnum. Þú sér það, þú veist, hann hefur 4 sinnum ekki ræst. Já. 4 sinnum, já. En hann fekk eftir mann COVID þarna. Já. Handlisbrot er ekki hluta þessu. Nei, held ekki. En, já, allavega, þetta er bara 5 sinnum. Það kom mér óvart, sko. Ég var með þér í liða þarna. Ég held að þetta væri 20-30. Já, hann er bara með svona 30 DNF-in total út af einhverju. Já, 100p. Þú veist. 100p. 5 sinnum. Já. En það líka, það er orðið svo fárlega lítið first lap. Ég veit það. Þeir orðnir helviti segir þessu ökumenn, sko. Það er bara þannig. Þetta er, þú veist, á gullaldarárunum hérna í kringum aldamóndin, það var alltaf eitthvað sem datt út í fyrstu beygju. Bara alltaf. Það var bara spurning hversu margir. Það var bara partur af þessu. Já. Kristín Eva spyr, var Aston með mikið meira væng en hinnir, eða er þetta bara ekki brautin fyrir þá? Alonso var í bakkir. Bara Aston Martin ná ekki heima á brautum sem að þurfa mikið endarhraða. Já, og bara heldur ekki hinnum, þú veist, þeir voru hverki í Brasilíu heldur og bara, þú veist, þessi bíl er bara rusl. Það er bara svo leiðis. En það held ég Aston hafi verið hvað grimmust við það að henda þessum bíl í ruslið og byrja á næsta. Já, það er bara Albin sem var grimmar og Albin byrjuði ekki að alla inn eða allar að eitthvað, getið reynd að redda þessu rusli. Já, þannig að við náum hérna í 7. sætið, helviti góðir. Sauber í 9. sætinu með 68 stig og þeir getu, slagurinn er þarna 7. sætið basically. Haas eru með 73, Aston Martin 72, Sauber 68. Þannig að þetta eru 5 stig milli Haas, Aston og Sauber. Milli 7. og 9. sæti. Já, hvað þú veist, en minna, það er bara Aston sem bara Haas sem búið að skora eitthvað stiga viti í síðustu keppnum. Hulkenberg var 7. núna, hann skoraði hellingsstig.
Það rétt, Hulkenberg fyrir við 7. sæti. Jeps, hann klárar keppnina í 9. Sauber voru langt fyrir aftan. Manstu, Hamilton nær aldrei Hulkenberg. Rétt. Það var bara 5 sekúndur þar á milli. Svo var Bara eðlilega bjánulegt, sko. Það bara þannig, sko. En það ekki annarskipti, var það ekki Hamilton sem var líka að ná honum á Silverstone? Jú, það er rétt, að reyna að ná honum á palli. Það er búið að vera epic slagurinn og manstu í Barcelona. Það var aftur Hamilton að reyna að ná honum í 7. sætinu eða eitthvað. Þetta er búið að vera aðal slagur tímabilsins, Hulkenberg og Hamilton. Búm. Og pældi því að ég hef sagt þér þetta fyrir tímabilið. Ef þetta væri Drive to Survive, þá myndum við stilla þessu svona upp. He just has to beat him once. Já, nákvæmlega. He's been chasing his rear wing forever, and if you don't finish the race in front of him, you lose. You lose to him. Þú veist, báðir voru byrjaðir fyrir löngu síðan og eitthvað. And, I mean, it's always going to be hard because the Sauber it's basically an Audi and a Ferrari. Dreftu mig ekki. Og Alpine í síðasta sæti ekki neitt að frétta. Þú veist, Gasly ræsti 10. og dettur niður í 13. sæti í keppni sem allir... Var hann ekki einn af þeim sem var snúið í fyrstu beginni? Jú. Þannig að hann enda næstu í hringa á eftir. Eða þurfti að fara allavega eins út fyrir eða eitthvað. Þetta var allt í abaskít hjá okkar manni. Heyrðu, pit crewið. Við ætlum að fara yfir hvað því fannst þetta. Þú sleftir þetta spurningun Bortoletto. Heyrðu, já, Andri Þór spurði segir að Bortoletto skellti í luxustífi í fyrstu beygju. Var þetta hörku hugmynd eða alvöru svitaskeina? Þetta var þetta ekki bara a piece of sweaty turd. Jú, svitaskeina er praktísk, sko. Það er bara, maður hendur oft í góða svitaskeinur bara ef þess þarf, sko. En þetta var bara kúkur hjá Bortoletto, sko. Já, þetta var bara mikið, ég er ekkert að greiðast, það er bara eins og það átti sig enginn á. Þeir eru bara að fara ekki með eitthvað prógram í stýrinu, bara upp gírana, hvernig er að gera þetta. En svo ertu bara komin inn í beygjunu og þú fattar, já, herru, nú er ég komin í 4. gírinu, nú get ég fara að fókusa á hvernig ég ætla að taka beygjuna. Já. En ég meina, það var ein kona þessa helgina sem átti verri helgi. Hún á ferðinum. Nei, það var reyndar hvað það var plebbalegt í Formúlu Akademíunni. Nei, þetta er bara random kona sem ég veit ekki nafnið á. Þetta var sérst saga frá okkar allar besta Kim Millman. Og hún er unaðsleg. Að þetta er sérst ónefndur Formúlu 1 ökumaður á ónefndu hóteli. Sérst út að Kim Millman vill aldrei sérst, þess vegna getur hún haldið áfram að fá svona sögur út að hann segir þetta nöfnin. En þessu ökumaður sagði honum beint held ég eða eitthvað í gegnum hann að hann var sérst á hótelinu rétt fyrir utan hótelið og það var allt morandi í hundaskít út allt. Og svo er kona að labba á undan honum sem að stígur í einn hundaskítinn, dettur við það og dettur í hundaskítinn. Svo faraðu upp í lyftu og formúluökumæðurinn hjálpaði konuna þarna upp og eitthvað. Þetta er bara random kona sem bara ferðamaður í Vegas, var ekki tengt formúlunni. Og svo hittaði mann í lyftunni sem var voða bitur og eitthvað, nýbúin að tapa $4,000 á borðunum. En þá sagði allavega sá maður, já, ég allavega datt ekki undaskít, þannig að mér liður ágætlega. Þannig að þetta var gott innlegg í Formúlu-podcastinu. Ég þakka Kim Millman fyrir þessa sögu. Það er bara svoleiðis, okkar allar besti. Hvað fannst pitkrúnu kappaksturin? Við vorum hérna í sameiginlegri 6, þetta var 5 og 7. Ég ætla að giska á pitkrúnu að hafa verið jákvæðara. Já, út af það er væntanlega allir að kjósa þarna í sjokkinu við að fá fréttirnar, sko. Þá er adrenalínuð uppi. Já, þetta var líka bara... Þetta var ekki svona leiðileg keppni, það vantaði smá upp á. Hræðileg keppni, heyrðu, það er rétt hjá þér. Flestir gáfinni 7, 41% gáfinni 7. Það kemur ekki óvart. 30% gáfinni 6 og bara 9% gáfinni 5 eins og Brallin gerði. Og 15% gáfinni 8, það gáfinni fleiri 8 heldur 5. Það er bara þannig. Þannig að meðalengunin var 6,5 fyrir Vegas. Þannig að Vegas er í 13. sæti af 22 so far. Þannig að bara bang average, basically, á þessu tímabili. Epic Bet-deildin í Grid Rival, við fórum nú yfir hamfarir okkar, þurfum ekkert að endurtaka þær hér, en það var TFEL sem að vann. TFEL sem að vann umferðina, þannig að endilega heyrði okkur á annarkvort Instagram eða Facebook og við græfum fyrir því velun frá Epic Bet. Og svo er náttúrulega senur líka í slagnum núna 2 keppnir eftir og aftur er K. Ragnarsson komin á toppinn. Já. Það er svoleiðis, sko. Þetta var alltaf alvöru senu keppni, þið erum líka komin inn á þennan hluta tímabilsins, þar sem að þú ert bara, þú veist, það átti ekki að verða neina breytingar. Þú veist, það voru allir bara með, þú veist, Piastri, Norris út sísonið, sko. Allir K. Ragnarsson hafi ekki mitt verið með McLaren læst eða eitthvað, það hefur náða að græja hellingastigum á því, sko. Þetta er líka ekki gott fyrir by Moneyball. Nei, þetta er náttúrulega bara alls ekki 4,7 mils niður. Já, þetta er ekki fallegt, sko. En heyrðu, förum það í spátumskeppnina því að Greinar, það eru betri fréttir þar. Aha, fyrir mig? Já, heldur betur, því að þú ert með Pá
að östu tveimur. Hvað sagði ég? Verstappen Russell. Og sleppti Norris. Og sleppti Norris, bara bing bara búm, ert svo með Leclerc í þriðja og Antonelli í fjórða, hefur bara svappað þeim að þá hefði það verið önnur pjá, en fær þá 2 og 2. Svo ertu vissulega ekki með neitt rétt eftir það. Nei, það var líka bara út af DNF-unum, sko. Já. Mér finnst þetta ógeðslega að fyndi að með Hamilton sjöunda, nei, sjötta og jafnvel þótt að McLaren báðir sér DNF-ar að þá er hann náðum því samt ekki, sko, þá er hann bara 8. Þú var svo með Sainz í 8. Ég á hvaða feitletra það hjá þér. Það er sérst reglan okkur með það að ég vel eitt nafn hjá honum til að feitletra og ef að það dettur í honum þá fara hann auka 5 stig. Þannig að ég var alveg handvissum að Sainz er ekki 8. og það var rétt hjá mér. Ég var með Leclerc í 7. Þú var feitletraði það. Veistu hvað Sainz Leclerc kom yfir línuna? 7. Búm! En helvítis McLaren get ekki haft bíluna í réttri hæð, þannig að það gekk ekki. Ég vissi bara hvernig það myndi fara. Það er svoleiðis, en ég var með báða Mercedes á velunapalli, bara í fyrsta og öðru sæti, ekki öðru og þriðja. Þannig að ég fæ næstum því þar, svo er ég með Hamilton 7. þannig að endaði 8. Þannig að ég fæ bara 6 stig þar, en ég er með best of the rest, bang on, Carlos Sainz. Já. Þannig ég fæ auka 5 stig þar. Tók ég ekki klassíkina mína þar sem ég switched them up? Nei, þú varst með Berman bæði í 7. seti í spátumskeppninni og best of the rest. Þannig að ég fæ 5 stig þar. Þannig að þú fær samtals 22 stig, ég fæ 11. Það var náttúrulega bara 1 stig á milli okkar. Þannig að nú er þú komið 10 stig á forskott. 309, 299. Sumi fara að ganga illa frá borðið í Vegas. Þannig að ég verður að rífa mig í gang núna á 5. daginn næsta í spátumskeppninni fyrir Katar, það er bara svo leis. Já, djúvillar er nú gaman ef ég gæti ekkert bara átt góða helgi í bæði spátumskeppninni og Grid Rival. Þú ert í þessu bara eins og Williams-liðið er í Formule 1. Það er alltaf bara annað sem að dettur, en þá gengur líka því yfirleitt mjög vel, sko. Þetta er ágætt. Herru, það eru no joke bara 13 dagar í vitum, þú veist, hvernig þetta mót klárast. Rétt. Og 16 dagar í að Bralli verið komin til Portugal. Þetta er ekki gott, sko. Þetta er ekki gott.